FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, CBD Reykjavík og Bliss Zero. 1. maí. Já, þið heyrðu rétt, það verkalýðsdagurinn 1. maí og þið eru væntanlega að hugsa Gleðilega verkalýðsdag. Já, gleðilega verkalýðsdag og margir örugglega hugsa þeir hljóta nú að vera á upptöku, ekki eru mættir í vinnu. Jú, við erum í beinni drengirnir. Ég ætla að gefa Patta og Guggu það. Þau mættu loksins á rauðum degi. Úlingarnir, já, þau voru hérna í beinni. Loksins, þau taka ekkert frí. Já, þau voru ekki fyrst en langan svo við. En var King Richie líka hérna í beinni, eða var hann upptöku? Nei, King Richie, hann var á upptöku. Ertu viss? Já, ég er 99% viss um það. Er hann í golfi? Ég er 100%. En það, veistu hvað hann að gera? Var hann að golfa? Ég kom með það á hann að segja tölun, ég veit það ekki. Það er ekki allir með á okkar working mentality. Við þurfum bara stundum að munna það. Spurja hann, varstu upptekinn á hann eða í beinni? Það er hónd og seint. Er að mættur drengir, það er sól hérna á höfuðborgarsvæðinu, en það er nú ekki beint hlýtt samt. Nei, þetta er minn mánuður. Já, mæ er ekkert, hann er nánast á pari við apríl. Ég er ennþá í góðum gír, sko. Já, mér veist apríl svona, apríl, ég hef ekkert á móti apríl. Apríl er bara apríl er yfirburða mánuður á mínum. Hann er bara apríl, hann er yfirburða mánuður, hann er ekkert að frétta þannig sem apríl, sko. Nei, bara allar stærstu íþróttu útsendingar í heimi. Já, þú ert að hugsa með Masters, með meistardeildina, bestadeildin byrjar, spenna í ensku. En þetta er allt ennþá í gangi í apríl. Úrslitakeppnin í körfubolta, ég veit, þetta er ennþá í gangi, allt saman. Og úrslitaleikur Champions League í maí. Eurovision er í maí. Býttu, er Eurovision sýnt? Já, ég sko, við ætlaðum bara fucking Aries og tókum ekki þátt, sko. En það er Eurovision í gangi, eðlilega. Já, en ég veit, en er það sýnt á þú? Voruð þið ekki að taka eitthvað stend eitthvað? Er hún ekki í Svíþjóð? Mér finnst rosa skrítið að vera ekki með en sína samt keppnina. Já, sko, hörðu, Íslendingur í Eurovision óðir. Nú er allir að velja sér bara land. Já, hverju eru líklegastir núna? Byrju, kemni verður held ekki sínt, sko. Jó, er það ekki? Nú, er hún sínt, já. Við veitum hún sínt, þetta er bara vilstæða sjónasefni í Íslandi. Það er verið að senda út keppnina. Ég har að segja að hún sé ekki sínt hér heima. Ég hlýtur að vera sínt hérna heima. Íslendingar elska Eurovision. Við drulluðum að senda þetta alltaf ekki hérna lag út. En við, sko, ég er að finna þetta eru líklegir. En ég finn alveg núna þegar þú segir þetta, ég var ekki búin að hugsa þetta. Þetta er svona pínu, maður byrjar að hugsa þegar maður heyrir þetta. Það væri meiri stemming náttúrulega ef Ísland verður að fara að keppa í Eurovision. Það vantar svolítið, það er að taka svolítið frá okkur. Keppnin, keppnin, að senda lag út er líka drullu skemmtileg. Já, það er ok, það er smá dæld í mæ þar. Já, það var ekki náttúrulega. Þú átt afmæli? En byrju, Blöð, síðan hvernig varst þú það mikill Eurovision maður að þú ert farin að kalla þetta dæld í mæ? Því að, veist, manstu, var það ekki fyrra sem á Vibe? Ég hef aldrei Drengindi minni dýrku þetta. Ég hef aldrei halda á Eurovision með þér. Jú, veitur sér þegar köstur á Svíþjóð. Já, líka þegar Egil hérstu upp ammali sitt. Ég er gríðalegu Eurovision fan, sko. Ég elska þetta út af lífinu. Akkur ferð þú ekki á keppni einhvern tímann? Þú hefði gaman af því. Ég vel að Friðrikómar hefði ekki munrið á sínu tíma. Það hefði að fara út og keppt, sko. Já, ég tala að fara og horfa. Ég er ekki að segja að þú þurfa að keppa í Eurovision. Eigum að gera það næstari og að fara því saman og horfa á Eurovision. Eða er það waste of money? Mér finnst þetta ekki gaman. Eða bara senda út winner og loka þessu fyrir Ísland, sko. Það er að loka þessari keppni. FM 95 Blö keppir í Eurovision. Ég fæ bara í maður. Þetta er svo einfalt. Smíða bara skemmtilegt lag. 90% lögum eru leiðilegt. Þú gerir bara skemmtilegt lag. Winner. Það þyrfti að vera eitthvað rosalegt lag. Það væri held ég bara Steindir og Svalur fyrir Eurovision. Ég er ekki á Svalur. Ertu too cool for school? Nei, þetta er ekki eðlilegt. Mér finnst bara mjög Ég náttúrulega gleymi stundum að þú ert listamann. Mér myndi bara finnast mjög sérstakt ef að við þrír myndum ákveða allt í einu að fara að reyna vinna Eurovision. Ég skil ekki alveg pælinguna. Ég er bara verið þrír. Ég er bara fylgið meðmyndir lýðræði. Það er nú oft komið fram en okkar spjallþræði F95 Blöð að það er lýðræði F95 Blöð. Það er alltaf, það er skemmt þegar maður lendur undir. Það er hrikalt út einna móti hinnum tveim. Vitið hvað, við værum góðir að stjórna þessu landi af því að við erum með lýðræði í tjattinu. Við værum hræðilega. Ég væri alltaf bara með þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað vill, það er helviti dýrt, sko. Já, það er með dýrt. Myndur þú vera bara með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort það hefur opið til 4 eða 6 á pubum? Já, ég vil segja bara, hvað hefur að hafa opið lengi? Farið bara eins og heima sig og kjósið. Þannig þú myndir leifa bara fólkinu í landinu að ráða. Já. Það er bara öllu. Já. Hvað vil ég að sé hámarksgræði? Kjósið. Já, það er til dæmis eitt. Það er galið að við á Íslandi séum ekki með eina akrin þar sem maður bara kynir satt og getur.
Hefurðu séð þjóðveginn okkar? Autobanna sko Hefurðu keyrt út á land? Kannski ekki hratt og getur Það er þannig, ég hef verið að keyra í Þýskalandi og ég hef reynt að keyra í Hefurðu farið út fyrir höfuðborgarsvæðið? Já, ég bý upp í Mosfellsbæ sko. Það er á höfuðborgarsvæðinu. Já, þú veist, ég meina, autobannin er til, ég til dæmis að tala bara leiðin upp í Mosfellsbæ. Hvernig ætlar að keyra eins hratt og getur hérna bara á leiðin á Sauðárkrók? Ég gæti líklegast komið, ég er náttúrulega bara á fjölskyldubíl, en ég gæti líklegast, ég myndi reyna að ná honum upp svona 130-40 upp í Mosó. Hlýtur ekkert eitthvað. Það er ekki að muscle car. Það er að gera fjölskyld. Þú kemur bílunum alveg 160. Heldur það? Já, 130. Ég er ekki viss. 130. Ég er á Peugeot 2019, Árgeir. Ég haldi það. Hann komist ekki yfir 130 bílun. Þú kemur lötu í 130. Niður brekku kemist í 150. Hættu sem bulli. Ég er á mjög kraftlausum bíl. Hvað piece of shit car er þetta? Þetta er ógeðslega þælur. Þægilegasti bíl sem ég á. Hann haggast ekki. Herru, málega það, ég ætla ekki að selja bíl. Ég ætla að keyra hann bara deyr út á götu og svo ætla ég bara að fara að kaupa alveg eins bíl. Já, ætla að vera bara alltaf á þessum. Það er bara að keyra hann þangur til hann er ónýtur og fara svo inn í. Ég fann bara bíl sem ég fíla og hann er mjúkur í stýri. Þú vorst að vera vanafastur eins og blöðum. Já, þetta er bara frábær bíl. Mjúkur í stýri. En sko, herðu, talandi að keyra hérna. Það er ekki lengur talað mjúkt í stýri. Hann náttúrulega veit ekkert bíl. Hann sagði að bílið sem myndir ná 130. Já, hann er mjúkur í stýri líka. Herru, veitu hvað, ég veit svo lítið bíla. Eina sem ég get sagt er bara svo, ég held að þessi bíl kosti 10 milljónir, ég held að þessi kosti 3 ár, þessi kosti 20, ég veit ekki neitt ég veit ekki neitt Ég veit reyndar ekki, ég er oft spurður bara hvernig bíl er þetta, ég get ekki svarað, ég veit ekki hvað 3 stafir er í bílunum sko. Og sér með einhvern tíman bíl sem er undir 500 hög og mútur löðrunga mig. Fast. 500 hög? Er bílinn 500 höstum? Hvað er Tesla? Er þetta ekki á Tesla? Jú, hann er 500 hög. Er þetta ekki rafmagnsbíl? Jú, 500 hög rafmagnsbíl. Hvað er það mikið maður? Já, ég nærðu 130? Ég lofa því að þeir eru 130. Hann nærði það svona 2 sekundum ekki svo aði hérna sem eru svo mjúkur í stýri og rosa þægilegu bíl. 500, já máli, ég krúsa. Ég keyri ekki rætt sko. Ég krúsari. Ég krúsa. Nei, ég set bara eitthvað á græðunar og er að, veistu hvað, mér finnst ógeðslega leiðilegt að keyra. Getur tengt Bluetooth í græðunar? Hvernig virkar bíllinn minn er með Bluetooth. Er rafmagn í rúðum? Spólur þar og setja því. Nei, ég var alveg til í það. En málið það, ég er þegar kemur á bílum, það er ríkalega leiðilegt að keyra og bara, ég fer aldrei út í bíltúr. Mér finnst alveg gaman að keyra. Ég segi aldrei, krakkar, allir út í bíl ef að fara í bíltúr, ef að keyri eitthvað. Ég keyri bara ef ég verð að fara eitthvað. Annars bara, ég fer aldrei út að keyra. Það er ekki þetta piece of shit car. Þú ættir eitthvað flottan bíl og myndir elska að fara í eitthvað góða bíltúr. Gæti það verið það? Fyrir eigin segir það. Ef það var að 70 millir konar G-Wagon, heldur þú ekki segja í familinu að nú fara í bíltúr? Ég sverða, þótt ég væri bara Þau eldgömlu Peugeot sem er rosa mjúkur í stýri og elskar ekki að vera í bíltúr. Nei, samt er þetta besti bíl sem ég átt. Þannig að ég ætti að elska að keyra. Ég er náttúrulega sá rauða bílur sem þú áttir áður að þeksta þennan. Þá er ég ekki hissa að þetta sé besti bíl sem þú átt. Ég sakna hans og hann mátti reiki í honum og hann mátti reika við í honum. Já, það var rosa gaman í honum, nema það, maður vildi ekki fara í fínum fötum í hann. Þú vissir ekkert bara, þú gast lappað út með halva pulsu á skálmenniðinni. Já, fyrir eftir hver var í honum á undan. Þú varst kannski málið, þú ert alltaf miklu yngri en ég og Blöð. Sko, miklu fyrir? Þú veist, þegar ég og Blöð vorum, sko, það var cool að eiga, svona, menn voru að spóla mikið. Þegar ég og Blöð vorum að, já, ég tengi Króksari náðu sér í góðan bíl. Ég tengi þetta alveg það. Blöð náðu sér í Hyundai Coupe. Ég man ég átti alveg vini sem voru í spólinu. Bara í spólinu. Var slægjarinn í spólinu? Nei, slægjarinn var ekki í spólinu. Það var einu svona fastur. En Egil okkar besti maður í Ölgerinn. Alveg smá sko. Svanþór Einars er endur alveg típan til þess að vera að spóla á bílum Ég taldi bara alla vinnina, hvað voru að spóla þá? Nei, það voru fullt að gaur. Dóri DNA? Nei, Dóri var ekki, þú veist, það er bara að voru spólarar, skilur. Þú veist, ég þarf ekkert að nafngreina þá. Jó, nafngreina þitt og ég get að, Harry Ísland félagið minn. Já, Valdi Ægina sem að bónaði bílinn á sér, bílinn á sér. Bílinn sko, það er ekki að tala penisinn á Ég er bara þessi frasin er búin ruggla. Hann bónaði bílinn sinn á hver einasta degi. Já, það reyndar, það eru á nokkra þannig týpur á Sauðárkróki eins og Hólmar sem er toppmaður í Dyrka, hann var alltaf að bóna bílinn sinn og fleiri og ég hef aldrei tengt þá týpur sem er alltaf að bóna bílinn sinn. En haldið að séu margir, haldið að séu mikið af fólki sem er undir 65 ára gamalt sem fer út að keyra. Já, þetta fólk, hvert að fara? Ég ætla bara að fara í bíltum með krakkana. Já, bara nærðir í hérna, kaupir 1 Celsius, setja milli setja, hlustar á tónlist, keyrir hans Gerið þið þetta? Já. Í alvöru? Mér finnst það gott að setja greislingin aftur í. Þau elskar að syngja með ykkur lögum og setja tónlist á þau syngja. Ég er alveg með allir þarna. Hvert keyrið þið? Það fer bara í bíltúr, svo bara stoppar og kaupir ís og svo heldur þú bara áfram að gera eitthvað. Við keyrum ofta á Þorlákshöfn bara í sund
Já, veist, ég tengi alveg að Geggjuð innilög þar, svo ég peppi nú okkar fólk á Þorláksson. Þorláksson er flott. Þú elskar að fúta á lapp. Nei, ég tengi alveg að fara eitthvað í sundi að fara eitthvað að fá sér ís. Ég verð tengi líka, ekki að fara bara á rúndin. Af því ég hef aldrei rætt þetta áður held ég. Ég verð að því ég er að peppa Þorláksson. Það er eitt besti asíski veitingastæðun á landinu líka. Þannig að ef það er eitthvað að hugsa, hann er í ruglinu. Mér finnst þetta að segja þetta, því að ég fekk bara skila bara svona 7 dögur síðan að það var ekkert eðalega góð. Ég peppa hann maður, þannig að, já, farið með krakkar í sund, farið í bíltúr. Það er svolítið mikið að sand núna að ætla að fara að gólfa. Ég er kilvingur í dag. Sand, ég er ekki að fara að góla í sandi sko. Nei, það er alveg vandamál. Það er líka tekjast eða frost núna sko. Þegar það kemur gott við, þá fyrir við Þorláksson. Talandi að keyra út á land. Við Steindi vorum að skemmta á Akranesiger, sem var geggjagig, virkilega gaman. Skagamaður. Nema það, göngin eru lokuð á kvöldin. Þannig við þurftum að fara að Hvalfjörðin. Ríkald. Er það að grínast? Hversu langur rútu var það? Viðbjöður. Hversu mikið aukalega var það frá því? 45 mínútur. Aukalega, þetta er nánast auka klukkutími ofan og hitt. Þannig að ef ég væri núna að sjá sko þegar það var rukkað í göngin, núna vita bara allir, heyrðu, ok, við getum ekki lifa svona. Það er enginn að fara að keyra Hvalfjarðargöngina, keyra Hvalfjörðin aftur. Ég myndi byrja að rukka í göngin aftur. Já, og bara setja þetta í eitthvað sjóð. Hvað sjóð? Ég veit ekki, styrkja eitthvað, bara heilbrigðiskerfið. Bjórsjóð. Bjórsjóð, það er bara bjórsjóð. Vantar stemningssjóði sko. Já, og hvað myndur þú gera við stemningssjóðin þegar hann var orðin helviti hár? Já, bara halda að vera nýtan í stemningu. Já, hvernig? Já, bara eins og Egil segir að gott bjórkvöld hefur nú ekki dreipin eitt sko. Já, bara fyrir alla þjóðina. Nei, Íslingar þurfa að venjast því að borga þannig sem göng. Þið geta haldið því bara áfram. Ég get lofa því, það er ekki ein manneskja sem er búin að finna þetta núna, hvað þetta er mikilvægt að hafa þessi göng. Drengin, Netan var að senda á mig daginn vídeo af því sem við vorum að tala í blöðkastinu daginn. Það, veitir hvað er núna ekkert eðlilega vinsælt í Asíu. Það sem við vorum að tala fyrir svona ári í blöðkastinu. Í stjórnlegum pælingum? Já, það er að vera með breyta sérst vera með skotleik og nota símana. Já, svona stórt sem var pælingi þín. Battle Royale, bara Ísland. Já. Það er núna að trakkar í það öllu. Þú ert að fara beint í þetta, annars er búið að stela þessu aðeir. Þetta er allt skráður alltaf sko. Já, við erum þetta skráð. Þetta er mjög getur kannski rukkað eitthvað að núti. Er það? Ég meina, þetta hlýtur að vera. En talandi íþróttir þá stólarnir maður, mínir bestu menn minguðu munin 2-1. Nei, síðasta leik. Það eru síðasta leik, sannfærandi. Og næsti leikur á sunnudaginn, óskum líka Grindvíkingu til hamingju með sigurinn í gær, 2-1 yfir það. En sko, þessi helgi er rosaleg. Við erum að tala það er Tindastóll Stjarnan, það er umferð í bestu deildinni, það er Manchester United Liverpool á sunnudaginn. Þannig að, þessar íþróttahelgar eru ekkert að minka sko. Ég er búin að taka frá borð á Fossunum á sunnudaginn. Ég ætla að mæti brönsin þannig að síðasta leið 11:30. Svo ætla ég að sitja og tuða þarna. Það er til að blöð skóplar mér út. Það er að byrja brönns á Fossunum. Lögðu á sunnudaginn núna. Þetta heyra þetta, hann er að hóta því að vera allan daginn. Takk ég við staðin. Þetta er ekki gjátt. Eftir ég fór í veitingabransan og með hann að rífur upp veski, þá má hann sitja hann eins lengi og hann vil. En drengir, ég var að tala við minn svona sérlega ráðgjafa Ólaf Tórs, Ólaf T, okkar bestamann. Og hann var að segja mér að ef stólarnir vinna Stjörnuna á sunnudaginn, þá eru þeir búin að vinna titil. Þetta er úrslitaleikur. Það er slökum á. Grindvíkingar eru sko unnu deildin. Hann er minn sérlega ráðgjafi. Já, svo er neins eftir úrslitaleikur fyrir norðan. Þá er 2-2 og þá er úrslitaleikur fyrir norðan sem verður bara gefinsleikur og svo munir þeir bara klára hitt 3-0 sko. Það er að faglega mat. Svo minn ég á Keiluhöllin.is. Það er það mikið að vera í íþróttum helgina, þannig að við ætlum að horfa United Liverpool tekkið á Keiluhöllin.is og bókið ykkur borð. Talandi að bóka, hafa verið að bóka stæðsta artista landsins til Akureyrar, drengir. Já, Birnir, það er komin skets inn á Instagrami hjá okkur þrem. Þetta er alveg það er Godfather skets, tjekkja á honum. The Godfather Rísa tilkynning. Hann er bara eins og Marlon Brando. Þú ert þetta ekkert smá líkur honum. Gættu svonunars. Ég fór í gerfi sko. Þú ert alveg eins og Marlon Brando. Marlon Brando var líka í gerfi. Og flettur hann upp þegar varst á þínum aldri. Það er alveg eins. Nú er það, verðum við líkir það. Það er rós, hann var kynnt þá. Herru, drengir, ég er að segja ykkur að þetta verður svakalett. Birnir er að fara að mæta 1. ágúst, Verslunarmannahelgin, Akureyrar völlur. Fyrsta tilkynningin af nokkrum. Stadium gig, sem þýðir úti gig, Akureyrar völlur. Þetta er böðin og steik og raut og svo ferður gigið, svo ferður greifan og ferður
nautabanna pítsuna, þetta tekur Það allar voru allt upp á 10. og sæna inn í þess að veistluðan. Þetta er rosalegt og hann er fyrstur af nokkurum. Það er náttúrulega satri eftir þetta. Við ætlum að, ok, nú ætlum Við að ætlum að teppa inn, við ætlum að tilkynna einn og einn í rólehitunum. Nei, ekki rólehitunum, við ætlum að hafa þetta kannski svo 2 vikur á milli núna. Ok. Næstu artista 2 sem að vikur verða kynntir eru eftir 2 vikur. Já. Það er bara þannig en drengir og að fara hans yfir þáttinn. Ég ætla að hendi í þekkið ekki. Ég er munurinn á mér og þér er ég er actually lengi núna sem ég þekkið ekki á meðan að þú þykist vera frá 8 á mótana Ég var að segja Steindi að þú labbar ég byrja kl. 9 Hann sagði mér þetta á þannig að hann byrjaði kl. 8 í morgun og Ég segja mér. segja það. Já, samt er alltaf sömu spurningarna. Nei, Ég hef aldrei verið með sömu spurningarna, ég þekki ekki. Hann sagði Það er 8 alltaf í glæni ég er morgun. í dag. 8 tímar, já. Þekki ekki er á sínum stað, spurði getur Gilsson hvað er að vinna með þar. King of being a working class man. Já, því að 1. maí. Yes. Verkalýðsdagurinn, já. Ok, hefur hún verið áður eða? Sko, ég hef verið með King of Working Man, ég hef verið King of Lagergómur, King of Vinnu allt í sem er svona sé mér eins og þetta sko. Svolítið svipað. En við hefum ekkert oft verið í beinni akkurat 1. maí. Já, góða punktur. Svo er sturla staðrendir fyrir Tómas Steindós. Það er búið að hoppa ansi oft yfir það. Ég sé það bara, ég skrifaði þetta sko fyrir 3 föstudögum. Þannig að vonandi komumst við í sturla staðrendir í dag. Steindi er með 9 lið sem hann kallar 10 bestu. 10 bestu og svo er Já. ég með augljósan staðrendi fyrir Tómas Steindós líka. Það er að við ekki verið lengi. Það er ekki lengi. Nei. Þannig að það er þétt dagskrá framöndan, kæru hlustundur. Það er ekki mikið þetta. Nei, verður ekki mikið þéttara og eins og Steindi sagði þá var verið að sæna inn alvöru nafn til Akureyrar laugardagurinn 1. ágúst. Akureyrar völlur Stadium GF 95 blöð. Við verðum þar, Birnir verður þar. Fyrsti gestur tilkynntur. Verður þú þar? Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er lag ársins og samkvæmt hlustendavelunum FM 957 og þetta lag verður tekið 1. ágúst á Akureyrar velli. Já, hvetjum fólk til Stadium að GF 95 blöð. hvetjum fólk til að kíkja á Instagrami hjá bara einhverjum á okkur og kíkja á tilkynninguna. Við vorum að tilkynna Birni, fyrsta atrið áðan var að dettin. Og líka bara að kíkja inn á tix.is og tryggja ykkur með það. En það er, drengir, komið að slúðri í F95 blöð. Og ég er með ágætispakka. Já, sko, þú ert að koma eftir rosalegum pakka. Ég hafði með Snipes, Veist það, ég var að hugsa daginn Nicolas Cage. Steindi, Síðast. þetta distrikt á slúðrum mitt alltaf, það fyrir að vera svolítið þreytt. Nei, ég er að vera bara pínu stressað Nei. og það er að hendi í bakka. Ég sverða, ég var ekki að dissa það. Jú, En ég var þú ert bara ofta að segja bara þetta er nú þunnu 13 sem er að sama og mamma mín segir bæða vegi sko. En veistu hvað, ég málið það. Ég var bara með svo rosalega ferska punta Snipes-aran Cage og Kölkin síðast. Já, en það er ekki hægt að vera með það í hverju viku. Nei, ekki hverju viku náttúrulega. Nei, ég er búin að vera með slúðri í hverju viku í 15 ár. Já, já. Þá get ekki alltaf að vera fjallum Snipes og Cage og Kölkaran. Nei. Þú ert að sína mér svona smá Kurt Russell bólumæðu og fyrirlingu. Er það tilbúinlega? Ég ætla að byrja slúðrið á þætti sem að við dyrkum allir, drengir. Það er White Lotus. Já. Það er allt í uppnáð með þar því að það er verið að taka upp 4. seríu. Þetta finnst mér nú bara með betri þáttum sem ég hort á. Það er elska góða það. fréttir. Ég elska þetta. Nema hvað að Helena Bonham Carter sem er stórveikona, hún er hætt í þáttaröðinni 9 dögum eftir að tökur hófust. Já, samkvæmt HBO skildu leiðir hennar og höfundar þáttana Mike White vegna listræns ágreinings og persónu sem að Bonham Carter átt að leika, en hlutverki var sérstaklega að skrifa með hana í huga. Og nú er allt í paniki, bara hver á að leika það sem hún er bæði búin að vera að taka upp og hvort að einhver geti stíð inn að því að það var eins og ég segja að bara þetta var skrifað með hann í huga. Það er þá ekki að reshoota þetta allt? Jú, Já. til að byrja með og það er allt í paniki. Veistu hver þessi listræni ágreiningur var? Nei, sko ég veit náttúrulega að hún er stórkostlega leikona og er gift Tim Burton, eru þau ekki ennþá saman? Sem er líka algjört sjeni, gerði Edward Scissorhands og allar sem myndir. En voru kemur þetta seint í ljós þegar tökurnar eru búnar og 9 dagar inn? Akkur komur þetta ekki ljós, þú veist, fyrir í preppinu þegar það var verið að ræða þetta? Ég fór líka að hugsa bara, veist, okkur ekki, ég veit það ekki, er það kannski bara því ég er svo mikill bólur, okkur ekki bara klára tökur og þegja? Já, líka veist, Bara, og þá er ágreiningur þetta um alla, ef að þau eru að rífast, bara bæða að fara í sikur áttina, bara herðu, klárum tökur, handritið var greinlega það gott og hún vildi leiki í þessu og framleiðandi var greinlega það ánæði með hann að hann vildi að hún vildi leiki í þessu, okkur ekki bara klára þetta? Því að greinlegt er það þannig að þú veist að vera að setja upp senutna þannig að hún er bara finnst það er bara ekki virka. Hann er bara sepað út og bara byrjað á breytt. Nei, sko, það var hún sem hætti og þá byrjaði eitthvað slúður að þetta væri að ástæðan gæti verið út af ágreiningu mótleikonu hennar
Söndru Bernhard en Bonham Carter vil meina það sé alls ekki, þetta sé út af listrens ágreinings. Já, ég tók útskýringu á því. Já, Hvernig? Ég veit ekki alveg. Listirætt ágreiningur, bara dreftu mikið, bara hvað vandamál er þarna? Svo myndinu Michael Jackson að gera allt vittlust. Hún það vinstælasta kvikmyndi í heiminum í dag. Þú andið Michael Jackson? Veit það ekki, en Það fór að það vinahópur klættir eins og Jackson og það á myndina. Þú hefur þetta vera í Gústi Hollywood, okkar besti maður var hann fór í gallan og Ég sá bara fréttum tók Þau voru að dansa bara á Akkur varst ekki, þú, sko blöð, ef einhver ætti að mæta í galla og vera, þú veist, að taka alvöru stemningu hérna og frumarunum á Jackson, þá Ég ætti held þú. að það hefur verið jafn mikla líkur í að mætt á tippinu og ég hef mætt á þess að myndi Þú hefði ekki að mæta á tippinu, bara í hanska á tippinu. Já, Það bara hefur ekki eðvitt. Ég hef aldrei mætt þarna í Jackson gallanum Það er geðveikt. Og syngt vantilega bara líkla á lögregluna eða blöð mæta með Það er bara á klepp En sko myndin, við höfum komið inn á þetta áður það sem ég er samt að svona bakka upp að á EMDB er hún með alvöru dóma Hún er að fá hræðilega dóma hjá gaggrindunum Eina, ég get ekki ég þarf bara að drífa með hana núna Ég þarf að fara á hann í vikunni, þá get ég sagt á föstudaginn hvort hún sé góð eða ekki því að við ljúgum ekki hlustundum Þitt faglega mat. Ég er ekki hlust á gagnrýnendur, þeir eru oft með allt lóðrétt. Málega það að þú veist, það er náttúrulega leiðilegt þegar gaggrínendur eru að reyna að drepa myndina sko. En á móti þá eru greinilega áhorundur í skíunum maður sér þetta ekki Þú hlustar alltaf meira á hvað fólk segir en gagnrýnendur Alltaf á Rotten Tomatoes þá eru með 97% í popcorn meter sem er gómurinn og 38 í The Assholes Ok, það er ekki The Assholes 97% Margir gagnrýnendur eru í lagi en sjóna margir sem eru Assholes En ég meina þú veist, það er svo sko, svona mynd fyrir gagnrýnendur er veistla að fá af því að þú veist, það er svo örgulega margt sem hægt er að gaggrina þegar við erum að taka ævi einhvers eða þú veist, eða part af ævinni Sko ég held að þetta sé fyrsta myndin af þreim Það á eftir að fara í allt hitt líka Ég skil þig Fyrsta af þreim Það er ekki pushing it, ég nóg bara ein myndið Þetta er Michael Jackson Það sem ég fíla samt að þegar ég heyrði þessi mynd það bara verið tímabil það fílaði ég, því að það er oftur að reyna að gera einhverja eina mynd og 10 tímum með eitthvað alla ævi einhvers og það verður alltaf eitthvað þund sko, það þarf bara að taka tímabil Ég fer á hann í vikunni Ég skal koma með alvöru skýrslu bæði fyrir ykkur og hlustundur hvort það verði að skella sér á hana ekki því að, ef ég fíla hana þá, nei, reyndar þetta meira ef ég fíla hana ekki þá er þetta ekki nógu gott Hafa þessar myndir verið að fá slæma dóma yfir höfuð? Elton John fekk, góða dóma Þú átt að þekkir hann mjög vel en þú getur komið alltaf með faglega gagnrýni Ég er búin að fylgjast með eins manni síðan ég var 7 ára þannig að ég ætti að geta komið einhverja smá gagnrýni Ég var að fara á leiðilega myndir fyrir okkur 3 og koma svo með skýrslu að þið ekki þurft að fara á það sko. Þú elskaði Joker 2, ekki? Já, ég fór til dæmis Joker 2 Ég meina þú veist Billy Madison og tók það á mig, flappaði ekki út sem verður að sé gett á aðminni Svo má ekki gleyma því Þú sendur að vera leiðilegasta mynd sem þú séð Það er versta mynd sem gerð hefur verið Hún er 2.18 og lítur eins og 5.60 Hvað fær hún frá gagnrýni? Hún fekk hræðilega dóma Sko, ef maður tekur gómurinn Hvað sagði gómurinn það? Ég held að gómurinn hefur ekki að gefa henni lestur Joker 2 Oftast er þetta nú nærði með Michaelin sko Þú veist, oftast eru gaggrínendur og árundir svona ekki endilega á samamáli Svona svipur Popcorn meter sem er gómurinn 30% sko Þannig að sér það að gaggrínendur eru ennþá verð Saman er 30 líka Þannig að gaggrínendur eru með sömu dóma á henni og Michael en popcorn meter Það er æskuminningi á mér að heyra Jón Gunnar Geirdal segja í útvarpsauglýsingu Gaggrínendur eru á einu máli Þetta er negla Þetta er stærsta mynd sumarsins er mætt Gagnrýnendur eru á einu máli Jókur er aldrei sagt að einhver mynd sé léleg Bara aldrei, við getum það ekki Ef maður spyr hann hvernig var hún Sérstaklega þegar hann var að vinna hjá Senu Bara hvernig er þessi mynd Þetta er bara pop og kók maður Og bara alltaf stemning Þá vissi maður bara þetta er ekki góð mynd Fór hann á Joker 2 Ég spurði hann því En minn árið, sko Billy Madison og Mortal Kombat og svona myndir sem eru með betri myndir sem gerða að verið Fá hann alltaf hræðilega dóma Fara á gagnrýndunum, já En svo hlustur á lagermannin Hann elskar það Þessi myndir er með 100% í Kristoffer Lambert sem Raiden fekk ekki frábæra dóma hjá gagnrýndum En í mínum bókum fekk hann bara fullt steg Ég kíkja alltaf á IMDb
hvað er sagt þar Herðu, þetta var Night at the Roxbury, ég er örugglega með svona, þú veist, ömulega dóma Grínmyndir fá aldrei gott Slúðurpakki dagsins er búinn hér eftir auglýsingar ætlum við að fara í þekki eða ekki FM 957 Þetta er sturla lag Komin heim, Kristmund Raxel og Bubbi Þetta er lag, drengir Þetta er lag Það verður að viðkynast Kristmund Raxel, okkar besti maður með nexluðna Já, ég held með honum Það er topp drengur En Topp maður. við erum á leiðir sko, Ég held verðum að fara í þekki ekki En Egill spurði hvort við ættum að Hvað sagðirðu, vera svolítið wacky og fara bara í spurningi Það vildi vera Því wacky að frídagur, það er enginn í vinnunni, ég var að labba í bylgjustúdíóð, veitu hvað margir það er inni núna? Ekki sála Það er tóm. Já, það er bara svolítið þannig Hvað er þessi vinnu algar hérna upp á sín? Það er enginn hérna frammi, það er enginn í bylgjustúdíónu og enginn í X-stúdíónu Ný. En hérna, já, ég finna akkur ekki út, það er bara einhvern veginn að rauðu dagur og akkur ekki að víksla þessu. Ég er alveg til í það, þú veist að ég er mjög vanafastur En ég hef gaman að því að sýsta þessu upp í þessu Já, gerðu það Já Takk eins og herri, við tókum einhvern veginn Gerum það aftur eins og við gerðum Það er orðið svolítið síðan að við skiptum liðum Já. Þá var ég kannski að steindi með spurningkeppnina Skoða Já, fyrir næsta maður gerir það násta ekki oftar. Já, Verð þú með kettina næst, Stenþór? Spurningkeppnina? Ég get alveg verið með hana spurningkeppni Stóni Herru, pappin, hann er ekkert með brandaróðni í dag Nei, herðu, pappi mér hringdi í mig áðan Í hádeginu Já Og stressaður yfir þessu, hann sagði, heyrðu, hérna, bara láta vita, ég get ekki verið með keppni í dag, ég er að fara að hjálpa henni Ernu frænguðinni, þetta undir próf og hún er að fara í starfæðina og Mikið að gera ég mikið að þetta tekur svakalegan tíma að finna brandarana og ég sagði það, nei, bara hafði engar ágjörð þessu, bara þú bara mætir þegar þú ert til. Hvað er okkar besti maður lengi að henda í þetta prógram? 3 til 6 klukkutíma. Nei. Jú. Hann er heil lengi, mamma er búin að segja mér hann liggur yfir Það er virðingarvert, þá var ég hættur að við mögum ekki tala ítlu með einhverja brandara það allir liggur yfir hann liggur yfir þessu og sko, mér finnst ég skynja metnað sko. Ég segi að mér finnst það með 80% ef þetta væri svona eins og hérna popcorn rate, ég gefa honum svona 87%. En ég get sagt ykkur eitt strákar, gleði fréttir, óvænta fréttir þegar að heyra þetta á sama tíma áhörundur hlustendur. Seniorinn er til þegar við hendum í live show. Það er visla. Erum við ekki eina podcast landsins sem er ekki hendur live show? Ég er búin að sæna hann inn að hann mætir og tekur bit. Við bara, sko, ég var með þeim í háskólabíu og beint í bílinn. Ógeðslega gaman, þú vilt háskólabíu, þurfum að pröfu þetta maður. Ég veit að þetta ekki er þetta. Já. Það er að gera þetta tækjari. Spurningkeppni Gilsans. Það ekki? Já. Hvað var það? King of being a working man? Rétt. Út af það sko. Já, þetta er svolítið dagur the working man. Já. Við höfum nú alveg unni við hinn ímsu störf. Já, það bara kemur ljós, Stenþór. Við höfum ekki verið duglegir. Við höfum verið á launum. Veist, ég veit þú varst að mála einhver tíman og veist, þú hefur 5 ár. Já, næstu ég bara Máli 5 ár? Já, ég var að máli 5 ár. Heilt yfir svona frekar virtur málarið ég segi ekki virtur. Hvernig er það málar af elitan á Íslandi? Hvernig talaði Stenþór? Ég held hún tali vel juniorinn en eins og ég segi, þá ég var ekkert eitthvað virtur málari. Varstu svolítið svona trúðurinn sem var að nagla? Nei, þú voru ekki að nagla. Nei, ég var ekki 5 ára í því, sko. Ég veit hvort þú ert að fara. Ég var bara málari. Já, af því ég hekk bara í vúrt af því ég var svona fýtnum á móralinn sko. Já, svona stemningsmaður sko. Ég var svolítið, ég var einu öflugur lagergómur í Þú fegst velun, kallar upp á svið. Ég var uppgættar, ég var yfirmaður vörumóttöku sko. Það er ekki hvaða lagergómur sem fær það sko. Ég var ekki rekinn sem málari. Nei, ég var ekki rekinn. Ég hætti. En ég var ekki í öllu í IKEA nema samsetningu. Ég er alveg eins og blöð með hendurnar sko. Ég get ekki púsla saman einhver skrippborði sko, bara ekki fræðilegur. Bara eina sem ég var ekki í IKEA. Það var samsetning. Þú bókaður, þú lappar einu og sagði þetta, ég þenni ekki að setja þetta borð saman, ég ætla að kaupa samsetningu. Samband okkar Rakelar er on a rocky road núna, þú ert að opna veitingastað saman. Það væri svona til þess að eyðileggja sambandi, ég myndi pantinga frá IKEA núna og fara að setja það saman. Það var bara svona, ef mér langar að hætta með henni, þá myndi ég bara kaupa eitthvað núna og svona, herðu, ég var að reyna að setja þetta saman. Þá myndi hún dömpa mér. Þú veist að eiga góðan ágranna sem setur hluti saman fyrir. Rúnar við hliðin á. Hann er náttúrulega bara the perfect neighbor. Ég er með sama koncept hjá mér sko. Kemur hann yfir og setur þetta saman? Já, hann setti saman trampolíni fyrir mig síðast. En þú ert alltaf bara með jókbálið þegar, hann er bara fyllibittað í. Nei, ég er með leip. Hver er svona við hliðina sem getur púslað Hann meinar jókbálið. Ég er að hrósa sko, þegar ég segi fyllibittað, það er að positive orð hjá mér. Ég er ekki negative. Ég er að hrósa jogg. Það er samt eitthvað joggan, þetta er topp maður. Ég er að hrósa. Já, hann er samt fyllibitta sko. Ég ætla bara að taka undir þetta. Bara eins og við. Ég er enginn í Mosó sem heldur ég að grimt í sig eins og King Jöggman.
Hann er æðislur Hvernig segir maður á færisku? Jökvan Jökvan Bara eins og íslensku Þú fá hann hérna yfir að ræða við okkur með Færeyjar og Hvernig hefur Jökvan aldrei komið til okkar? Já, svona velta steinu, hvernig Færeyjar og Fólk að kúka í kassa þarna líka svo í Grænlandi Hann er í sáða á Insta hjá honum Hann er stattur í Möltu, hann er erlendis Annars Hann er mikið að ferðaskallinn Annars bara að fá hann næst En málega að ég bý ekki við hliðin á honum Simmi vil, það gæði sig getur sett saman skrippbord Pottið, en ég bý ekki heldur við hliðin á honum Simmi er svona dugnaða fólk Já, ég myndi halda það Hann fer áfram hann hefur Hann myndi bara aldrei hætta Hann myndi ekki gefast upp nema þetta skrippbord væri bara mætt Svanþór Einarsson fasteignarsali Hann væri byrjað að skrifa ykkur að bóka Ég hef reynt að setja skrúa á stað sem ég vissi hún ætti ekki að vera Ég var bara svo pirraður, ég gerði bara með alli Ég er ekkert að ljúga þeirra þegar ég segja Gurri er smiðurinn að heiminu, ekki ég Það er bara sama heima Hún er bara, smið, bara góði Ég er bara lélur í því, pappi blegsmiður Ég fekk 0% af fyrst talent Ég fekk alla hæfileika frá pappa mínum sem eru engin bara ekki neitt Ég held að pappi er með að setja í uppþvottavél En þú veist Hann setur þessi gullkeðjur og Hann getur farið í leði eitthvað að setja þessi gullkeði og verið maðurinn Þú fegst leði eitthvað, gullkeðina þú getur drukkið endalist eins og hann Nei, hann er algjör hænur Ekki ef hann drekkur ekki, hann er bara í bjór og æris Já, þá verður hann ekki þunnur Já, þú verður ekki þunnur út í bjór og æris Jó, beigja En sko, hvernig fóru að ræða þetta? Já, king of being a working class man Og ég segi bara let's go Vinnur mikið til að geta splæst á viniðina í gamblingferðir og luxushótel Það var ekki ástæðan fyrir vinn mikið Sko Nei Geta ekki tengt við það Jú, ég myndi segja að blögið er vel tengt við það Þú splæsir alltaf 1-2 króksar sem þú splæsir út í AC-ferðir og þú hendið gilsa í The Penguin Suite Þú borgaði hann sjálfur í svona 100 besta ferð sem ég var í Ég veit ekki hvað ég þarf að segja þetta Jöfnveld var það gaman Það sem myndi gefa fyrir að fara aftur og ranga Ákveður við aldrei farið aftur Líka mannstu til line-upuna það Mannstu til hverju voru að gigga það Herru, ég þarf að heyri ranga Ég ætla að halda ammali mitt þar í sumar Það var geðv Ég get ekki lofa mér að setja mig aftur í The Penguin Suite Ég get ekki sagt að maður vinnir mikið og svo alltaf bjóða vinnir sem á luxushótel, það var mjög weird Nei, þú er bara ekkert í því, blöð það er his shit En þú borgar það sjálfur Nei, Þá skuldar þau ranga Hörðu, og líka segja líka eitt Lappaðu bara út Blöð er alltaf með 1-2 króksara sem að, hann svona ákveður að spóns út Herru, næstu spurning Sem bara hallega gert Það bara því að stundum eftir low on cash menn er að flytja, stækka vissi eitthvað og hittir illa á og kemur okkur maður inn og segir bara, hörðu Ég gerir þetta oft ef ég finna einhver sem að mér finnst mörst í ferðina er ekki á leiðinni Sponsor hann út Ég svo elskar þetta sko. Næsta spurning Væru til að vinna með það að prófa hluti sem eru í rassadeildin í Blöss Nei, engan áhuga Þetta myndi ég meina heldur margir til að vinna þetta Ertu farin að dulbúa Pegg-spurninguna yfir í rassi Ég get líka alveg lofa því það er enginn sem vinnur við þetta Já sko, það eru 40-50 hluti í rassadeildinni svo þetta er ekki bara pegg Og hvað heldur að sé bara einhver sem vinnur við það að pröfu þetta Það er að taka reynslega á þessu Spurðu gerðvíkinn Þetta er ekki hannað hérna á Íslandi sko. En það hlýtur samt einhver að vera ég er að búa til hérna rassadót Nú þarf einhver að prófa það til að segja, virkar þetta og er þetta stemning Já, ég held að sé, ég er alveg sammála því það er pottið einhver sem að bara, að hérna eru fría vörur, er í lægi með þetta það er ekki einhver eitt sem bara stimpla sig inn og er að tróða hlutum við raskata á sér allan daginn það væri rosalega það bara meikar ekki sens það væri sko, hvers konar vinna það væri svakalega vinna bara ræðilega vinna ég hef ekki séð gerði auglýsa eftir einhverjum sem er til í að sérhæfa sig bara í rassadeildinni þú þyrftir að fá helviti góð laun til að vera kveðja fjöluna og fara síðan í vinnuna og fara að setja kannski 30-40 hluti í raskatiður Þetta vinnum við alltaf leðar en þetta Herru, næsta spurning Þið er ekki hverjum degi og rosa margir hluti Ég var búin að setja á okkur punktinn hann það er að stróka hann út hann núna það er bara að gefa ykkur ömuleg vinna fær eftir launum og það er aðtöða samt spura gerðingar hvort þetta sé legit vinna ég get bara svara því, þú varst ekki að spyrja hann að því Flýguru í business class eða ertu í monkey með the working man ég er með the working man hvað er aðeins sérstaklega í setni tíð þá vil ég freka vera á flottu hóteli heldur en að vera að setja mikið í flugin sjáum einhver tíman
lappinni flugvél og taka hægri beygju. Já, svona 90%. Ég hef einu sem ég séð lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, all hlustund. Þú ert alltaf með okkur í himnu. Ég og Þú ert alltaf að spila þessum eitthvað svaða kóngir. Ég mun aldrei gera það. Hægri flugvél, Þú lappinni gerir það alltaf. Ég er á leiðin á Gamescom í ágúst aftur. Við fórum í fyrra og þetta er först hefði núna. Förum bara alltaf árlega. Þetta var það gaman. Já, það lukkaði vel. Og ég og Óli og okkar besti Game-TV afinn, Það er ekki eðlilega skemmtilegur. við vorum að bóka flugundaginn og við bókuðum okkur fram í báðar ferðir. Eðlilega. Tekurðu vinstri beygju? Það ég er að fara að sitja með Óla Frýtt Jó champagne. að drekka shampoo. Ég meina Þannig að við erum allir í Monkey á leiðin til Lazy. En þú veist að þú getur endað í plus ef þið drekkið það stíft og alkohólið allir frýtt og free wifi. Sko, ef þú ert að fljúa til Bandaríkja, þú ættir eiginlega frekar að gera þetta á leiðin til Lazy heldur en á leiðin til Þýskaland. Þetta er En stutt Óli flug. Game-TV getur alveg sturtað í sig. Hann er alveg stemningsmaður. Já, Hann sturtar í toppmaður. sig. Við erum að fara að enda Þið svakalega. nýtið alveg þetta. Já, Free já. alkohól, svo farið þið steik eða lax og... Fylgja veistlan, hvernig er þetta? Steik held ég Ég held að fá mig hvorugt steik eða lax. Jú, ég fæk lax síðast í Það vörðan. er bara 7 morgunin, fá mig lax Já, og já. steik. Hvernig er þessi veistluferð? Ágúst. Þú ekki samt 14. ágúst, þá var FM mótið í gólfið út You're competing, sko. Já, nei, þetta er ekki þá. Býtu 14. ágúst. Hvernig veistu að gólmóti sé 14. ágúst? Ég spurði plötur. Varstu svo peppaður fyrir því? Við unnum næstu síðast. Ég sagði við daginn, hvernig er FM gólmótið? En herru, ætlar að vera með einhverja spurningar sem að geta fengið stig? Já, það er 14. ágúst, herru, ég ætla að setja þetta bara í Já, kalendar. það er 1-0 fyrir blöð. Ég þarf að finna ykkur, hvernig með ykkur má ég vera? Það er eru setni tíma saman. vandar. Sko, ég er með blöð. Klárum spurningi hérna. En ef það er eitthvað Þú úti drekkir ekki blöð að mér. Við næstu unnum þetta síðast. En á ég ekki bara, ég ætla bara að finna hver er Íslandsmeistarinn? Ég ætla bara að bjóða honum á mótið og Má það? Akkur ekki? Þá var hann með plus 4 eða 5 eða 6 eða eitthvað. Akkur má það ekki? Ég veit Nei, ekki, allir Það er keppa. helviti ósangett að vera með Íslandsmeistran með sig, sko. En það ljóta allir að með að spila á þessu mótið ekki? Það er bara do you. Þetta er bara mjög, Ég ætla bara, þetta er góð punktur, ég já. ætla bara að finna besta golvara landsins og aðtúfust að Kemur ekkert óvart að sé einhverja að fara að slide into your DMs núna, sko. En bara, sko, ég málið það ekki slæta inn nema að þetta sé alveg bara Það er einhverja að fara að renna í inboxið þitt. Já. Nei, hvað segir maður? Renna inn í skilabúðin. Já, en ég málið það Renna henni í innhólfið. Já, ég vil ekki sjá það nema að þetta sé topp 5 golvari á landinu. Þá mega að renna. Þá mega að renna þetta í hólfið og það væri heiður að fá að Þú spila þarf stemningsmann, okkur þeim það meisturum. var bara Birgileif. Svo Það gæinn er öruglega að spila með þér. Það kann að gólfa, sko. Herru, næsta. Um, Hvað er staðan? Pæli, ég 1-0 fyrir Blöð. myndi vinna þetta mót, fyrsta mótið mitt. Þú myndir náttúrulega ekki vinna. Það væri svo sem væri með þér. Nei, ég er með honum í liði. Ef við erum að vinna fyrir öllu svo átt í dag, er þetta self-made man. Já, hvað minnur, eins og maður hef fengið. Ég minna fyrst þetta upp í hendunnar, þetta er bara búin að vinna fyrir sjálf. Nei, ég vann Hún er til vinnur sjálf. sjálfur. Það er bara spurningin. Sumi fá þetta upp í hendunnar, þeir þurfa bara að work really hard og þið setjið ykkur þar. Ég hef ekkert hatað að fóreldrar mínu væri multimilljónir, Nei, sko. það er ekki auðvitt. Það er ekki þannig. Einn og eitt styrk. Vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið í vinnu þar sem að 1500 til 2000 manns er á limnum? Nei, það er ég ekki. Steind er að fara að jafna þetta maður. 1500 til 2000 manns. Veistu hvað Hann er að orða þetta, hann er það að fá stíði. Veistu hvernig bara svona rotation systemið er á fólki í efriðt sundlu? Hvað fara margir í sund á dag? Endalaust Þú voru að spyrja gerðurgöndina. Nei, bara Nei, hún veit ekkert hvað er er í í sitja fyrir utan lögðslög og telja liðin, bara svo dyrafólur En hver á spurningin? Mörgdús manns. Hvernig orðað er þetta? Ég ætla að hvort ég geti segi bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Já. Hefur þú unnið í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum? Já, Ég er ekki að tala um að staðar og lið með benda og eitthvað hannig. Alls ekki að Hvernig orðar þetta einu sinni? Hefur unnið Ég er á það limnum. bend á beinsti og Já, ég stundum með komin Ég er ekki með það, stífarlimi, ég er ekki með það í dag. Steindur að Ég jafna. er ekki að tala um 1500 stífarlimi. Ég held að meir heldur ekkert vera með kvikindi þannig þarna sko. Ég ætla Það er ekki Ég var það kvarta. Ég var aldrei Heldur að það standi í skilti einhverju reglum. Nei, Það sé þú bara mátt ekki, bannaður með stímalim. þú mátt ekki vera inn í sturtu í sundklefa í stampínu. Þá er fólk eftir að vera bara, herru, Það stendur hvergi. Þegar ég kaupi með miða í sund, ég er ekkert að tala um að mér langi að vera meðan þannig. Nei. En segir maður bara, gerist eitthvað óvart, þá er þetta ekki einhver sekti að þér ekkert neltu upp úr, sko. Nei, það er alltaf einhver sem myndi vera, herru, þú En veitu, hvað er að því að vera- farðu eitthvað bakvið. Hvað er því að vera með stífan?
Nei, Hver er munur að vera með stífan eða bara ekki stífan? Það er náttúrulega munur á því Að því að annað tilfelli þá ertu með hann stífan Hvað er að því? Ég veist hann er bara stífur og svo þetta er bara staðan það þýðir að það sé eitthvað hann inni að koma þér til Það þarf ekki að vera Nei. Þú getur allt í hennu bara Ertu að segja mig það að þú var alltaf til dæmis að vakna með bara morning wood Jú Það var eitthvað sem var að koma þér til Stundu bara gerist þetta Já, og svo bara sem að björninu er bara að klæða súr hann að liðina Það er svo ólíklegt að þegar klukkan er kannski það er bara kortir í kvöldmat og þú ert að Já, hætta ég meina sundlegin opna klokkan 7 á mótnana Já, ertu að segja mér að það sé fullkóla í lagi Nei, ég er ekki að segja þetta sé eðlilegt Það sem ég er að segja er þetta sé ekki banna Stífan Það sé bara heill vinahópur með stampínu En ég hef ekki séð skilti með það í sundlu að sé bannað að vera með stífan Nei, það er kannski ekki alveg beint bannað en það er mjög illa séð En þú ert að Frowned upon. sem bara fyrirvændi baður Já, þá get ég sagt ykkur að þetta er illa séð Fóst á morgunfrönd einhvern tímann Nei. voru bara allir saman, allir baðverðinir Þetta kom aldrei upp. Svo um þetta hreinu Ég man ekki eftir- stífan Þá þarf eðlilega að segja um að hætta því Morgun fundur Hvernig vinnustar heldur þetta sé? Heldur það sé verið að funda yfir þetta Ok guys, við lendum í því að einhver fái standara þetta Hvað er það að gera Þetta er ekki henni Þetta var bara eitthvað Þú er ekki morgunfundir Nei, við þurfum eiginlega núna Við alltaf málið þetta Ég var svo rosalega langt síðan ég var baður Já, en það sem ég er að Við þurfum að heyra núna bara í einhverju ferskum baðverði sem er bara, þú veist, ég er í vinnunni En núna þú mátt ekki miskilja mig Auðvitað er ég að segja að þetta sé steikt Það er alveg grillað ef þetta er í gangi í klefanum Þú veist, hvað En myndir það gera- er ekkert sem bannar þetta Nei, hvað þú gera og verður í sturtu í sundlaug og það væri einhver gæi með stampínu lenti í þessu niður. einu sinni. Með stampínu Já, ég saði ykkur frá þessu í blökastinu Var þetta ekki bara Ég var í gæi- rektinni Já, Já. Um daginn, það var því í gimminu það Ég ekki sagði bara mér að þetta var steikt En þetta var En þetta var- rústaði ekki deginu Hann var Kannski ekki- ekki sagt hann var ekki með flaggað í heila Nánast Var þetta ekki bara Rúmlega sema Hann er bara verið í gýr Já, það er bara, veist, stundu bara gerist þetta Það var ekkert eitthvað sem var að kveiki í honum Þetta er bara Nei. kemur fyrir Hann alla þurrka svo af lengi að það Nei, þetta er bara kemur fyrir bestu menn Þú vakna stundum bara svona og stundum allt í henni er bara hvað er að gerast þetta Já, þú varst ekki að vakna og ert bara með blöðurinn í klefanum Nei, herðu, næsta spurninga ekki Kannski var að búið að sá blöðan Nei, hann vissi ekki eins og nammin hann Ég var inn í hotni Já, þetta er Það er 2 blöð Þú þurfum að ræða þetta betur Þið er ekkert að skora í rauninni svo mikið samt sko Nei, þetta er líka skrýtnar spurningar Og við múum lengir eitthvað með það sko Ég með þess að 3 eftir Þetta er múum lengst að kjarni in the history of mankind sko Ertu vinnuhestur in the sack? In the sack Vinnuhestur in the sack Vinnuhestur. Það er álfuru bara Ah. Álfuru vinsla í gangi þar Það er bara Við látum ekki vita að sko, The Wives er að hlusta Þannig að Já, já Þetta er allt fact-checkað. Þetta er Ég ekki myndi að segja að vera í gangur á þessu. dagaskipt Já, Allur gangur á þessu það kemur fyrir Já, já Það kemur fyrir hjá blöðum og sjá Ég svo kemur að líka þessi ekki fyrir. punktur eða ekki Ég get ekki setið hérna og sagt bara ég sé eitthvað algjör vinnusekkur Hestur. Nei, en vinnuhestur in the sack Það er stundum Er þú líka stundum svo vinnuhestur? Já, sko, vonandi, já 9 ára samband þú veist. Já Fljótt í gýr Já, fer eftir aðstæðum Stundum er Þetta er ekki alltaf semi-punktur og hálfstig Ég ger það sjaldan Þannig að 2,5 Já, gaman. stig og blöð og 1,5 og Gaman að fá svona hálfstig. Myndur elska á þetta lífinu að vinna með það og horfa á blöður Nei, Voðalast alls að ekki klúra þessu núna Skrítin, ég veit það Þessi er Ég skrítið fann það rétt nú í lasana En hvernig, okkur fóð þess ekki í tunnuna? Fyrst þú sagði þú Þessi fór í tunnuna Já, Til dæmis hérna hefur verið ráðin í vinnu þrátt fyrir þá staðrenda og sköllóttur Þessi, ég hendi þessari Ég hugsaði bara, blöður í gýr, ég ætla ekki að koma með þessu nei, Og ná er að komin inn samt hún var samt skárri en hinn Já, hún var þetta tölvöld skári Mér fannst blöður spurningi mjög fyndin í samtana kl. 9 morgun Hvað er staðan í þessu þá? Það er eitthvað 2,5 móti 1,5 hálft á mútið einu 2,5 á deinu hálfu Þannig að ég fekk ekki stig fyrir sundlega Ef þú myndir, Já, ef þú, það var sko, stigið Steindi, þitt. þessi punktur er að koma að hlaupa til Nei, ég þín haf með stig á undan því Sko, þessi er að koma að hlaupa til þín, skokkandi til þín þessi Þú Ef þú Það er tekur þetta síðast En þú spurningi veist Nei, að ein eftir. En ég get sagt þér eitt að það er jafntefli Þú veist að reikna vittlust Nei, ég gaf honum hálft og þér hálft Já, Það var 2-1, nú er 2,5 Fara og aðeins 1,5 yfir keppninu og það Ertu komið keppniskap í þessu? Nei, ég Steinþór? bara að því að Hvað er að gerast, Það sko? er jafntefli Það er einhver sem er fakt-checkað allt saman Sko, við erum að hlusta á okkur þegar gerir þetta En sko, Steindi, þú tekur hana punkt Þú hefur alveg, við veitum alveg, þú hefur alveg gaman að horfa á þetta sem við vorum að tala um Þú finnst ekkert leðilegt
Ef þú myndir bara taka hana punkt þá var það 2,5 mútið 2,5 fyrir loka spurning. Nú, en Pítur, Hvað með brjóstin? er þá enga líkur að blöð svari næstu það? Nei, Er hún að eyrnamert kallinum bara? nei, með ég nafni alls og ekki segja öllu? það. Hvað er síðast Maður spyrja, byrjar hún kannski svona shit God damn Titties to the hell eitthvað svona. Herru, hvað er með síðastu? Hann getur jafnað þá. Nei, þetta byrjar ekki þannig En þú segir nei við blöður spurningunni þannig að þú getur jafnað þetta Hefur gerlað eitthvað með sagt við þig? Jesus Úf Hvað vinnu hest er ég með hérna í beddanum núna maður? Nei, herru, það er ég held ég sem er Sigur Steindur með þessi jafntöskli og það er bara flott Steindi, ég skal með þess að gefa þér jafntöskli. Nei, þú vannst þetta. Neinin, þú mátt fá jafntöskli. Þú er king of being a working class man blöð. Já, herru, I wear that shit proudly. Það var spurningin með gilsarans. Það var jafntefli. Hér eftir, sko, við erum ekkert að fara auglýsingar. Við erum að fara, þetta er lag, drengir. Það er bara þannig. Þetta er FM FM 957 Þá er þetta Bliss, Zero og CBD Reykjavík sem fær ykkur hér FM 95 blöð á FM 957 og já, drengir, ég byrju þá að setja vittlust á hérna. Morgumatur meistarans er svo ég kýs að kalla þetta kombo. Já, það er reyndar bara ágætis nafna á þessu kombo hjá þér en Ertu að finna lagið? já, ég er að finna lagið svona til þess að koma okkur í gýrin hérna. Já, Hanna. Já, eftir spurningkeppni Gilsarans ætlum við að fara í þekki eða ekki, drengir, og ljúfi tónar. já, hvor ekki vil fara á undan fram? Ég skal fara undan. Hveit okkur prentar hann? Steinn skal taka prentar hann, ok, hópaði. Herðu, þá fer hann fram. Þá situm við Egill bara hérna tveir. Hvernig ertu Egill? Ég er frábæður en þú. Herru, ég er bara nokkuð góður. Ekki? Jó, herru, hvað er barnaafmælið náttúrulega byrjun maí? Það er ég, þú og Sessi. Já, við erum nú dælast en grislingaamali. Ég er á morgun, Aron er 5 ára á morgun. Já, Matteo á 50. Já, og svo Swessmouth. Já, það var milli. Allt eftir afmælið hans Við köðs. tímasettum þetta COVID. amalið hans köðs þarna. Já. COVID-bud. Herru, Steindi, fyrst hann er nú farin hérna fram. Já. Við vorum að, hann er með hellu og hann er búin að vera með hellu síðan á fyrir gigginu okkar í gær. Já. Ég held Í sólarhring. að hann sé búin að spyrja mig svona, nú ætla ég ekki íkja, svona 20 sinnum hvort að mér finnst það eðlilegt að sé Það er með ennþá hellu svona lengi. Já, og ég held hann að senda á Dr. Viktor á hann hvort að sé í lagi að vera með hellu í sólarhring. Já. Þannig að hann er stressaður kallið. Þetta er ekki má segja að þetta sé bara lægið. Lægið er með hellu og... Jú, minna við allir verið með hellu í smá tíma. En samt, svo er kannski einhver læknir að hlusta núna og segja bara, herru, þetta er ekki eðlilegt. Þetta samt fekk hann ekki Eitthvað sem skiptum hjá Steinda þá hlýtur þetta að vera rétt hjá hann. Ef þú búin með hellu núna í, þú veist, í 2-3 vikur. Já, Þetta er í gær. Þetta er ekki komið sólarhring. Nei, þetta er stutt, þetta er mjög stutt hella. Ert þú tilbúin í ég þekki ekki? Já, já. Ég er bara gýrin á rauðum degi og Já. fössari og Það er gýr. allir íslíkar eru alveg gýr. Ég held að séu allir gýr. Útborgaði gær. Allir er frá skrallið og Já. þannig að fólk sem er að hlusta núna er líklega með opna einn, þannig að Þetta er stór helgi. ég er í gýr. Já, líka pot, það sem ég fílaði er alltaf verið að hlusta erlendis líka sem ég hef gaman að og vera að taka þér inn þar. En ertu ready? Já. Fyrsta spurning er þetta er tengt sketsunum því að við vorum að tilkynna að Birnir verði með okkur Akureyri Vestlunarhelgin á laugardeginum. Hvor ykkar væri betri mafjósi, þú eða Steindi? Wow, betri mafjós. Já. Alltaf, Ég er eiginlega að spyrja bara hvor ykkar væri betri glæpamaður. já, ég svo sem ég, en samt sko mafjós glæpamaður ekki að, þú veist, mafjós ekki að stela einhverju snikkas úr einhverju búð sko. Nei, Það er svona En mafían? samt vissulega glæpamaður sko. Ég er að það er eins harðara Já. heldur en að stela úr búð þú veist í mafíunni sko. Hvað sem vinnur strax með Steinþóri alltaf, hann lítur út bara eins og mafjós. Ef hann er eins og í sketsunum. Já, eins og hann bara hárið aftur og hann har sett grátt í það og Já, bara með þessa mottu. hann var bara eins og Marlon Brando hann sko. Sko Steindi, ef mann vaskriði sig svona og er með þessa mottu, þá er hann svo ítalskur. Já, þannig að hann er með lúkið. Já. Ég er ekki með lúk eins og mafjós, bara mjög langt frá því sko. Ég er svona sænskur padelspilari sko. Þetta er bara mjög langt frá að vera svona mafjós sko. Þannig að hann er með það. En það er ekki nógur með lúkið. Þú veist, það kemst ekki inn í mafíuna bara lúkið. Nei, en svo er veltið við mig, svo kostur og gallar einhvern veginn, hvaða kosti þarf mafjósi að hafa? Þú veist, til þess að meta þetta. Það þarf að vera lojal. Þetta mafjósi, Það er nummer 1 og 3 í mafíunni. Við erum það alveg báðið félagarnir sko. Já, gerir En sko, það. mafjósar
Þau þurfa ekkert endilega að vera stundvísir. Ég myndi að halda mafjósar séu eitthvað mætabrekkunni þegar þeim sýnist. Held ég sko. Það held ég rétt hjá þér. Það myndi ekki háa nú þannig. En ég held að paranoia sé ekki gott mafjósi. Nei. Og þú verður að halda haus út mafjósi. Þú heldur að allir sé að svíkja og allir sé að fara að drepa þér sko. Þá snögg, ég held reyndar að sé þannig í mafíunni. Þannig að það myndi henda Steinda bara vel. Já sko, en hann er svo rosalega paranoid sko. Hann myndi ekki treysta neinu. Þannig að þú væri betri mafjósi. Það reyndar eftir að svíkja hann. Þegar löggan sendir svona undercover á þig sko, sem gerist reglulega, hann myndi aldrei hleypa hann með það sko. Nei. Þannig að reyndar þetta er líka en asset verið að fatta það núna. Ég held að paranoia var neikvætt, það er líklega bara jákvætt. Og bara hugur ekki þolinmæði. Það er Steindi bara sterkur myndi ég segja. Fyrir utan það þegar hann beilaði á hann að ziplænum á stöðan í Dubai. Það var ekki hugur eitthvað þar sko. Nei, hann var orðin eitthvað lítill í sér síðustu dagana. Svo reykir hann og veipar sem er cool. Hættur að reykja? Alltaf að segja Steindi það? Ég sé Steindi sko. Ég er bara búin að velta steinum. Ég veit ekki alveg hvað ég á að fram með hann þarna sko. Nei. Því miður sko. Ég ætla að loka hurðinni, hann að hlera. Nei, heyrðu hann? Nei. Nú, herðu ekki brjóta rúðunar hérna. Gæti verið hann að frammi sko. Þá var það næsta spurning. Hvað var celeb crushið þitt þegar þú varst úlingur? Wow. Ég get sagt mitt, áður og svarar. Hvað er mitt? Það var City Crawford. Það er alveg celeb crush. Já, og ég var með svona plaggötu eða svona dagatul með hennu eitthvað. Og svo það starra á kvöldin og... Nei, þetta var ekki alveg þannig. En ég var með, sko, herbyggið mitt var eiginlega allt bara útdatað í Nirvana, Kurt Cobain og Cindy Crawford. Ég er svona 13 ára. Já, hvað var þitt? Mel C, Spice Girls, Sporty Spice. Ok. Ég var eini svona sem, þú veist, þetta Spice Girls. Mel B var vinsælli. Já, Mel B og ég rauninni allar aðra. Mel C var svona minnst vinsalur sko. Já, en okkur var hún svona crushið þitt? Ég veit það ekki. Nei, hún var besta söngunan. Já, langt besta söngunan. Ég var ekki að spá í því þarna sko. Nei, það var ekki það sem En ég get lofa líkundur á því ef að Steindi segir Mel C þá var hann að hlusta. Já, þá er hann bara, ég sé hann að horfa á síman. Þetta er skrítnasta svona úlingakröss sem ég heyrt. Já. Herru, þá er næsta. Okay. Lengsti, ég var spurður að þessu. Ég var hérna í Curly sjóðum daginn. FM hérna Curly. Þá var ég spurður að þessari spurningu og ég ákvað að setja hann hérna núna, ég þekki ekki. Lengsti benderinn á verðlum. Wow. Bara frá því að sko, þegar þú tala um bender, þá er ekki að tala um a couple of beers. Nei. Svona eitthvað neginn bara. Þetta er jam. Þú tala um jam. Bara keistla. Já. Alla daga. Bender er ekki einhver dag að drikja og fara svo klukkan 10 sko. Nei. Sko, þegar við tökum þessar bara svo fótboltaferðir eða eitthvað skiljur, þá er þetta kannski 3-4 dagar. Max. Já. Ég tók 3 vikna keistlu. Alla dagan? Já, einn og einasta. Ég sleppti ekki einum. Hvað var það gammal? Það var útskriftarferð MK í Portugal. 3 vikur og 21 dagar. Það var svona að vera fyrir ferð, það var í Portugal. Ég man ekki svona hvað sko. Nei. En hérna, og þá var það flestir tók, það var einhvern veginn 10 dagar, 2 vikur, 3 vikur, hörðust okkur 3 ár og við slepptum ekki einasta degi. En þarna beita ég vaknaði alla daga eins og nýr. Já, youth. Ég veit ekki ég gæti þetta líklega ekki dag. Wasted on the young. 3 vikna bendur í dag í Portugal. Ég get aldrei meir en 4, ég veit ekki eins og hvort ég myndi ná 4 dögum þetta. Nei, ég náði 3 vikum. Já, það eru 21 dagur, það er komið. Þá er það síðasta. Þú ert fastur á eyðeyju. Já. Þú mátt velja einn úr FN95 blöggenginu til þess að joina. Hvern velur þú á eyjuna? Já, það er alltaf nokkuð sem kom að greina. Þetta er alltaf BB King, Hjöppi, Pétur, Sveppi, ég, Steindi. Já, það var leiðilega komið. Sko, við erum fastir þarna. Já. Ég nenni ekki mikið að hlusta á töð og ég væri til eitthvað svona sem er. Hver er að töða af þessum hóp? Reyndar er ekkert svo miklu töðar. Af öllum að vera jögla vælandi mest. Já, þú var kannski vælandi en ekki töðandi. Nei. Steindi mér ekki að töða þess myndi ég alltaf. En ég held að svona gæsi getur survive lengi. Og einhvern veginn verður alltaf jákvæður alveg saman hvað það var erfitt, ég held að það var í Mushroom. Svefi? Já, ég myndi að það, svona, veist, hann er gamli herbyggisfélaginn frá Locarno. Já, svona hann horfir, hann er svona, þetta er svolítið bara hættu þessu væli. Já. Nú er bara mættur, við vöktum með það, að segja þig, hættu þessu væli. Græjum þetta? Já, græjum þetta bara og let's go. Upp og áfram eins og hann segir. Hann myndi svona lesa yfir manni.
Já, Ég held að ég myndi velja það svæfi. Herru, þá ferðu fram og skiptir. The Stoney, The Stone Father, eins og hann kallar sig þess að dana. Fáum hann hingað inn. Herru, við glemdum þess að tala í byrjun þáttana. Rísa leikur í bestu deildinni í kvöld. Það Akureyrar slagur, K.A. Þórmar. Ég held þessi fyrsta sinn í 20 eitthvað ár sem við mætast í efstu deild. Shit, það verður slagsmál. Maður þarf að horfa á það. Það er rísa. Það verður slagsmál á leiknum. Já, hringi beintilöguna. Herru, ertu tilbúin? Fyrsta spurning. Þetta tengt sketsinum í dag á tilkynninguna á Birni. Hvor var betri mafjósi, þú eða Egill? Sko, er ekki aðal hlutverki hjá frábærum mafjósa er að reyna að settla hlutina? Það er hlutaði örgulega, já. Ég held að það er ekki svona aðal dæmi. Þeir eru ekkert allir í því að setja hesthausana í rúmi hjá þér og allt þetta. Eru ekki margir sem eru bara að settla og henda þér í ána? Já, og Sleeping with the Fishes og allt þetta. Já. Sko, ég var lillur í því. Sem er gott. Já. Það er vondið að vera góður í því. En ég held ég að vera góður í að fá, þú veist, eins og fyrst kemur þú til mín og ég var bara blöð. Þú og Egill, hvað er í gangi að það? Þú er ekki góður í því. Þú bara, hann er bara hálfviti og svo kemur hann og segir það sama og ég segist það, nú er bara ætla ég að fá okkur báðan fund og slakið á. Núna fyrir við bara í bíó, gerum við kursu. Bíó? Nei, mafjósi? Já, þetta er ekki bíó, fáum okkur bjór og... Hver er mafjónu fyrir bíó með vinsin? Ég meina, þú hlýtur að með að fyrir bíó og þú ert mafjósi. Mátt það, en ég held að það sé bara enginn að því. Hvað heldur að mafjósa hafi ekki gaman að góðum bíómyndum? Jú, en ég held að það sé ekki að fara í bíó saman. Herru, hvor er betri? Já, ég segi ég. Þú? Já, held að. Já. Af því að ég held að væri ágætt að svona, ég held ég væri góður að reyna að get the group together og svo er þetta líka loyalty og svona. Já, akkurat. Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, ég geti verið bara guys, slaka. Allir góðir. Allir góðir. Þá er það næsta, hvað var celeb-crushið sem úrlingur? Ég sagði hérna Agli áðan að mitt að verið Cindy Crawford. Já, mitt. Sko, celeb-crushið mitt. Náttúrulega 4 árum yngri en við. Já, það hefur sko náttúrulega svona Natalie Portman er alveg þarna. Hún svona nokkurum árum eldri en ég og svona sko. Já, en samt þegar þú ert 13 ára. Hvað segirðu? Þú ert 13 ára. Ég ert alveg að tala um bara svona sem úlingur. Ég er að tala um úlingscrushið þitt. Já, þá myndi ég segja að það væri hérna, hvað heitur hún aftur sem er í X-Files? Gillian Anderson. Gillian Anderson, ok. Já. Ég horfði aldrei á X-Files. Ég var mikill X-Files maður. Já, og er enn X-Files, frábæra þættir. Sko David Duchovny er náttúrulega stórkostlegur leikari líka. Já, ég sko... Sástu þættinu með honum þegar hann var hérna rithöfundurinn. Djöðlar það gott maður. Hvað hétu þitt? Já, ég veit hvort tala um. Ég dætti ekki inn í það. Ég hérna... Já, California. Er þetta skrítið svar eða? Nei, Gillian Anderson, bara úr hreinskilin. Ef þetta var crushið, þá var þetta ekkert skrítið. Já, ég svona, þú veist, ég man sko eftir því að þegar ég var lítill, skilur. Þú ert alveg að fara þangað, skilur. Menna þá varstu mjög skotin í henni. Já, þá man maður líka eftir að þegar X-Files var að byrja, þú veist, og introð var svolítið skeri, sko. Fyrir, skilur, unga mann, eins og Jón. Og þættirni voru ofta alveg smá skeri, sko. Þegar maður var yngri. Það með áhuga þinn og henni að þú dast inn í þetta á réttum tíma, skilur. Nei, það voru áhuga, þú veist, þannig fekk ég áhuga þáttunum. Já, þú varst ekki að horfa á það því þú varst skotin í henni. Nei, en ég var svona smá skotin í henni. Þá er það næsta lengsti benderinn á ferlinum. Dagar. Lengsti benderinn. Og það er að vera alvöru. Þetta er ekki eitthvað svona, eins og ég sagði hann, þetta er ekki eitthvað dagdrykja á. Það er örglega bara með þér og en Blöndal. Ég myndi örglega slengja þess á AC-ferðirna, sko. Hvað, þá 4 dagar? Ég hef nú alveg séð 5. daginn dettinn, sko. Við hefum aldrei verið 5 nætur úti. Nei, en svona mjúklending og eitthvað svona. Með hettublu? Þú náði mjúklendingu í fyrra. Nei, ég aldrei fengið brúliðinni. Já, þú veit bara gaman er búið, þá er gaman er búið. Já. Sem er ókslega skrítið, af því að þá ert að sko refsaður og svo skrítið tíma. Já, ég bara í flugi. Ég er að undirbúa líkamann fyrir hvað koma skal. Já, miklu betra að gera átt komin heim, sko. Tristu mér. En þú ert að læra þetta, þú ert alveg hættur þessu. Ég er að skána. 4 dagar þá. Já, ég sko, þú segir að hljómar svolítið lítið svona með og sleiktur þú varst yngri eða eitthvað? Jú, ég segi það, þegar maður er yngri þá hefur maður örgulega
tekið lengri bendir sko. Ok, hvað svar? Já, ég er að reyna að hugsa sko hvaða nákvæmlega hvaða bendir þetta var sko. En þetta hefur, já, ég ætla bara að segja easy. 4 dagar. Já, að því að, sko, ef þú ert að tala um eitthvað svona útlandaferð, þú veist, yngri með öllum vinjum, eitthvað svona, þá var það samt, skilur, jú, auðvitað er það bara bendir, ekkert annað. Hvaðru? Þannig að geti þess að verið 2 vikna bendir, sko. Já, það segja það, 14 dagar ætlar að segja 4 dagar. Ég myndi segja svona heiðalegi 4 dagar, af því að þegar þú ert í 2 vikna bendir, þá er þetta ekki kannski á hverjum degi, sko. Ok, þá er það 4 dagar. Ára síðasta, þú ert fastur á Eyðeyju og mátt velja einn úr F9 blöggenginu til að joina, hvern velur? Þá er ég að tala um alla frá upphafi, Sveppa, Björn Braga, Pétur Jóhann, Hjöppa. Já, allt gengið. Já. Sko, þarna fer maður að hugsa hver er þægilegastur. Hver er þægilegastur? Nei, þú varst líka að hugsa hver er góður að veiða villisvín og fisk og búa til hús og svona. Auðvitað. Það var fyrsta sem ég hugsaði, ekki bara hver var skemmtilegastur, sko. Nei, ekki beint skemmtilegastur, hver er þægilegastur? Hver er bara svona þægilegur að vera þarna, þú veist að því að þægilegastur í þessum hóp er alltaf Pétur Jóhann. Já, það er bara staðfest. Já, það er nefnilega Pétur Jóhann. Já, en hann var ekki að gera mikið þarna á Eyjunni, held ég. Jú, hann er endur alveg hendi. Ég held að hann sé nefnilega hendi og ég held að hann geti alveg verið með verkviti að búa til eitthvað þak sem að leku bara pínu og þú veist að en ég sé hann ekki fyrir mig kannski fara á veiða villisvinnið. Nei, þá þurfti þú að en ég sé bara engan annan í sem hóp gera það. Það er svona mál. Það er málið. Ég er ekki að sjá Björn Braga veiða villisvinn. Nei. Bara aldrei. Nei. Björn Braga myndi bara leggjast á grúfu og deyja. Hann væri örugglega vestur þarna á okkur. Hann myndi bara gefast upp í mítið. Ég held það. Hann myndi ekki eins og reyna að lifa af þennan tíma. Líka, hann er ekki búin að ala upp börn. Nei, hann veit ekki hvað vesen er. Nei, hann veit ekki, hann myndi setja hausinn í sandina. Já. Sem er hræðilegt, af því að þarna verður að stígu. Þá eru nokkur eftir. Já. Hvernig heldur upp? Nei, ég held að Hjöppi getur einnig verið svolítið segur í þessu. Já. Þú veist, hann er alltaf hraustur. Hann getur alveg gripið eitthvað villisvín og snúið á hálsli, sko. Ég get alveg séð það fyrir mér. Já. Sveppi getur líka verið alveg kolvitlaus að bitið eitthvað dýr og það er að velja. En ég held að þú Egill væri erfiðar að það maður. Ég þarf bara nafn, ég þarf ekki að heyra hvað ég lélegur. Ég held bara að, þú veist, ég held að Pétur sem er verkvitið, hann er þægileg, ég held að þetta sé Pétur Jóhann. Pétur Jóhann. Já. Herru, þá kallaði það á Egill. Er það ekki? Fáum hann inn og förum yfir þetta. Hvað er hann? Ég veit ekki. Er hann eða prentar hann með það? Maður sjá. Liggur hann ekki alltaf á gólfinu? Það sér ekki. Þið voru svo lengi. Ég hafði miklu fljótar að Svo svara. baðst okkur að vera lengi, varst ekki að kúka? Nei, kúka? Sagði ekki þú þyrst að fara á salin? Nei, ég stóð bara að það. Þú baðst okkur að vera Aldrei maður heitt kúka, ég gert það í mörg ár. Hvað er það að segja, skýta? Fætti að segja hæja sér eða fá salerni eða Það er rosa barnalegt að tala um eitthvað að segja svo kúka. Þú varst að Það er svona, Herru, ok. það er bara óþægilega barnalegt. Varst að kúka? Nei, ég veit ekki hvað það kemur. Þú baðst Jésus, einmitt. Þú baðst okkur að vera Ég gert það lengi. Þarf ég að láta þessi verja? Já, ég bara, hvaða vitleysa er Það það? er ekki fræðilega að vera kúka, hann er 20 myndur að kúka sko. Já, ég hef aldrei náði. Hann var ennþá þar að hann var að kúka sko. Staðfest. Hann hefur klippt á. Herru, eru tilbúinir? Já. Fyrsta spurning, ég ætla að byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egil, hvort ekki að vera betri mafjósi, hvað sagði Egil? 50-50 spurning í byrjun. Ég held að Egill hafi svona í kjölfar þess við vorum að gera skets og svona, þá held ég hann hafi valið The Stonefather. Það er rétt. Takk kærlega. Það er stig. Egil, þið spurði Steinda sömu spurningu. Hvað sagði Steindi? Sko Steindi veit að hann lítur út sem mafjósi. Hann veit að hann er öflugur í gólfur. Hann æfir box, hann elskar Guinness. Mafjósar elskar Guinness. Ég held að hann sagt sjálfa sig. Það er rétt, það er 1-1. Tjúvill er ég góður leikmaður. Næsta spurning. Grínast. Það var ekkert að þessu sem þú sagði þess að ég var að röksti þetta áðan. Þú stekkit að velta steinum með þetta? Það var samt með fullt af punktum, það var engin af þessum. Já, bara að tala um að því ég var góður að setla hlutina. Þegar mafjósar gera það eina sem ég gera að setla hlutina. Ég held ég aldrei sé þið setla neitt hlut. Jú, Aldrei séð það? ég ger ekki annan að setla hluti. Egil, ég spurði Steinda hvað var celeb crushið sem úlingur, hverju svara hann? Já, sko, ég veit þetta svar og ef hann segir eitthvað annars svar þá er hann að liar. Það er Pamela Anderson. Það er 100%. Nei, hann sagði Gillian Anderson úr X-Files. Hæ?
Það segir mig það, þú ert ekki límdur. Þú og The Steintors voru ekki límdur í fram að sjónarku þegar að Baywatch byrjaði á síðan tíma. Herru, veistu hvað, ég horfði Þú og seniorinn, ferskir. Ég horfði ekki á Baywatch þættina. Það er að líka sér Nei, Maður horfði því og veist, ég er ekki að segja að ég hef ekki vitað hver Pamela Anderson var. Horfður ekki á Baywatch? Hæ? Og stóra X-Files bara? Ég horfði bara aldrei á Baywatch Gillian þættina. Anderson? Já, Já, ég held mörg giskla að fara reyndar ná því, verður sko, ég held að verða ennþá 1-1 eftir þessa spurningu því að nú ætlum ég að spyrja þig Steindi, hvað var Celeb Crush hans Egils? Nei, maður lesið með svo opna bók. Já, eða var að hlusta, eða þú giskar á þetta. Já, ok, en þetta er ekki hægt að gíska á þetta. Jú, þetta er en er alveg svo, hvernig Mjög vel áttu hægt. í hvaða heimi var Egil að fara að giska á Gillian Anderson? Í X-Files. Já. Ég er að tala með an actual person, sko. Þetta er actual person. Hún er leikona. Já, ég veit alltaf það. sko, sko málið er það, hún var risa stór á þessum tíma. Þú veist, þetta var svo risa þættir. Þú veist, hún var bara En heimsfræg varst og er örglega bara enn heimsfræg. Annars fyrstutum þegar Baywatch byrja, varst þú sínur hún ekkert enni í stofuk og þegar hún tók flótolti og hljópannum á ströndinu og þú var ekki tóra það? Kannski seniorinn, ekki ég sko. Hvenær voru þið sýndi? Voru þið ekki eldri eða? Já, þetta Baywatch. gæti verið, þetta er meira, hann er náttúrulega 4 árum yngri. Ég held ég hef ekkert náð Hann er bara Baywatch. 9 ára þarna þegar við erum að horfa á þetta. Hvað var Baywatch eða? Ég held nefnilega, ég Þú hef séð ekki Mitch Buchanan? Neist, ég hef oft séð fullt Það af er að klipp. frétta Mitch Buchanan. Ég hef alveg séð klippur úr Really? Baywatch, skilur og veit Já, alveg það var bara- náttúrulega Hasselhoff. En ég var ekki að fylgjast David með bara Hasselhoff. þætt eftir þætt og serið til serið. Ég var ekki að fylgjast með þessu. Herru, hvað var Celeb Crush hans Egils? Hvernig byrjaði Celeb Crush hans Egils. 89 til 90, what? Já, sér það 80, ég er 5 ára. Goddammit, ég las þetta kólu vittlust maður. Herru, hérna, sko, 80 Þú hefði samt aldrei giska á Gillian Anderson. Seniorinn verið að horfa á þetta, alveg sko, að bara Ok, hvað öllu sem var að gera á þessum tíma og Hérna, ég ætla að segja að þú hafi sagt Selma Hayek. Hann sagði Mel C úr Spice Girls. Mel C. Sporty Spice. Já, Sporty Spice. Já, þetta er Salma ekki hægt Hayek. það er svo erfitt Það er erfitt. Maður fer alltaf í leikara einhvern veginn Steindi, ég spurði Egil hvað er lengsti bendirinn á ferlinum, hvað voru það margir dagar hjá Agli? Sko, málið er að náttúrulega síðasta ferð sem hann var í á Tenerife, hvað var hann lengi? 3 vikur, hann drakk okkur með einasta dag. Já, það er ekki bendir. Hvað er bendir? Það er að fara full jam. Ég tók það sérstaklega fram. Það er ekki dagdur ekki að fara að sofa 10. Nó, það, ég mist að því þegar þú varst að tala um það. Nei, ég sko, við rættum þetta 2 á. Ég var svona bara að spyrja, þú veist, bendir, þá erum við að tala um alltaf, þú veist, ekki Það er bara keyrsla. ekki 2-3 kaldir og hvað, þetta er meira bara svona old fashion kistl. Þetta er 6 dagar. 6 dagar, það var 21 dagar, 3 vikur þegar hann fótt til Portugal í útskriftaferð. Útsköldu fyrir MK. Goddammit, maður. Hver einn og Sá einu sem er nær hérna Var fær keyrsla. stíði. Ég spyr þig, hvað sagði Steindi við sömu spurningu? Hvað er lengsti bendirinn hans? Sko, ef hann hefur tekið lengri bendir, ef hann hefur tekið með lengri bendir 4 og 5 daga, þá er það gæst áður en við erum félagar. Því ég er búin að veit hvað hann gerir alla daga og hann hefur ekki verið að taka svona langa bendera. Þannig að sko, minn hefur krít voru í 3 vikur, það voru kids og það var bara södra, það er ekki það inn í það, draumatir er svona meira södra. Ég myndi halda að þetta sé bara AC-ferðina, sko. Það er svona, þetta eru 4, þetta er 5 dagar. 4 dagar. Bokkist, það er 4, Já, en 5. þú fekk stíð, þú ert nær. AC-ferðin, þú las bara vel í þetta. Jó, ég ég komin yfir? Ég held Það er það. 2-1 og Það grínast, já. já, það er ein spurning eftir. Steindi getur jafnað, þannig ég ætla að byrja á þér, Steindi. Shit. Ég spurði Egil, Ok. statur á Eyði, fórst að velja einn úr F9 blöð krúinu frá upphafi. Já. Hvern valdi Egil? Ok, nú þarf ég að lesa Egil eins og opna bók hérna. Sko, málið er að það sem Egil hefur verið að pæla í aðalega er hver er handy að geta verið að veiða matinn, byggja strákofan sem lekur ekki og líka þægilegur, sko, í samskiptum. Eitthvað sem geti eldað og svona líka elda villisvín. Ef ég myndi veiða villisvín, ég veit ekkert hvað þetta að gera við það, sko. Þú varst að byrja að kveika eld. Já, það þarf einhver að kveikja eldin. Hvað sagði hann? Ég ætla að segja að hann hafi valið Pétur Jóhann Sigfússon. Hann sagði Sveppi. Egil, þú ert búin að Máli- vinna, viltu rúst þessu? Já, ég veit, enginn af þessum hóp Steinþóra geti Væri veitt að góður búið til þarna, nei. hofa. Það er bara málið, sko. Þannig að þú veist, við erum Aldrei. allir ég miklu auðmingjar, sko. Ég segi að geta valið að Sam og ég, Mushroom. Nei, hann sagði Pétur Jóhann Sigfússon. Mér, svo ég var victorious Já, það er grínast. sigur á rauðum degi. á rauðum degi og til Það er hann, tvöfalt. ég held að sé orðið svolítið langt sen og vannst þig, eitthvað ekki? Já, ég er bara ekki unnið í mörg ári í þessu leik. Tvöfaldur sigur á rauðum, sko. Já. Geðvegt.
Herðu, við tilkynntum hér fyrr í daginn á Instagram að Birnir verður með okkur á Akureyri Verslunarhelgina laugardagurinn 1. ágúst. Hann gaf út nýtt lag í gerðinningur. Lagið heitir Stopp og við ætlum að setja það á. Þetta verður tekið á Akureyri, ég get lofa ykkur því. FM 957. Það okkar besti maður Birnir með lagið Stopp og eins og við komum inn á að vera með okkur á Akureyri, tryggja ykkur miða inn á tix.is Stadium GF 95 Þetta er hérna Is. Það er svakalegt sko. Margir spurðu mig blöð, hvað meina með stadium gig? Getur útskipt af fólki hvað Það er bara því þetta er á Akureyra velli. Þetta er úti á íþróttaleikvangi. Þú sér ef að þú ferð einhvers staðar til með þess á tónleika með Justin Timberlake eða einhverjum, þá er það stadium gig. Nei, maður sé inn í O2 Arena eða eitthvað svona. Við erum úti í stadium. Ég er að dyrka þetta nýja lag sko. Mér finnst það gott með Birni. Þetta er techno-feelingur og bara hérna Röflugur. Já. Tanja með honum líka þetta er alvöru dúo. Við ætlum að fara í nýjan lið sem heitir 10 bestu og þetta er eitthvað frá þér Steindi. Ég veit ekki eins og hvað við erum að fara að gera. 10 bestu. Út okkar gengur þessi nýju liður. Varst það að smíða klænjar lið? Strákar, þættinum var að berast skilaboð. Við þurfum að fara yfir það. Var að berast bréf eða? Kíkja aðeins í tjatti hjá okkur. Já, hörðu, Auðun Ríkar Steinþór, Rikki G, okkar besti maður búin að hendin skilabóðum hérna. Og þetta eru power skilabóð. Við getum lesið, sæli strákar og takk fyrir frábæra þátt í dag. Svo kemur takk Steinþór. Svo þú vitir að þó Richards ég ekki lengur yfirmaður F957, þá er ég eigandi og mótastjóri Gólmóts FM. Þú ert ekki að vera að koma með einhvern Íslandsmeistara með þér. Mesta sem hann kæmist nála því var að bera kilvuna hennar. Þetta er KO frá okkar besta manni. Það er að því að Rikki vil vinna þetta sjálfur. Ég nefnir nú í veltsteinum. Ef þú mætið með Íslandsmeistara sem er á plus 4, 5, 6 er það ekki erfiðar að vinna þetta mót með eitthvað svona ég sé ekki fyrir mig hvernig þetta er ekki sjálfgefið að vinna þetta mót með eitthvað Íslandsmeistara. Hann er með 54 í fórgjöf og svo erum Íslandsmeistara dregið í 24. Nota bara högginn hans. Nei, auðvitað, þú ert með besta gólur á landsi. Þetta er parst á loophole. En svaraði Rikki í byrjun þáttan með hvort hann hefur verið í beinni henni í dag? Já, hann svaraði því út af því að sko plötvélinn sem er nýjum ára okkar Rikki getur ekki lengur Rikki á okkur. Rikki beti 12 og 2 og bara hvort er dagskona. Svo verði að senda Richie, varstu tekin upp á hann í beinni. Var ekki, Guðjón Smári var 12 til 2. Þetta er skellur. Því okkar besti maður var með vaktina, fekk að sæna þessi út. Já, fekk einhvern til að taka það fyrir sig. Vinnu alkinn okkar. Ég veit hann að hlusta fyrst hann sendi þessi skilabóð okkur. Hann er náttúrulega vel reiður núna. Já, ég ætla nú ekki að taka frá ykkur. Hann er hörkuduglur. Rikki er eitt duglegasti maður í þessu fyrirtæki. En það sem ég langar að vita Besti lýsar in history of mankind. Mótastjórinn er búin að segja að Íslandsmeistara megi ekki með það. Þá farið ekki að taka með þér. En nú tekur bara eitthvað sem hefur aldrei unnið titilinn. Hann er kannski keft á móti. Nei, þú veist, ég þarf að vita hvar liggur þessi lína. Hverju megi að fara á þetta mót? Við fá Rikka bara í spjall og velta steinum þetta. Rikki má ekki spila. Vill hann bara vinna þetta mót? Það má ekki gleyma því að þetta mót er í ágúst, drengir. Akkur eru að tala um það er 1. maí. Það er nú bara komið ágúst. Þetta er fyrsta gólmóti. Ég er ekki að vera að mæta að það lendi síðast. Ég er að fara power signing út af þinn. En er eitthvað búin að renna í innólfið? Ég er bara að fara að með 0 í fórgjöf. Ég er að fara að eiga kvöldun í að sikt út af gólvara. En máli er svona alltaf það var ekki að fengi sér aðeins og hatt gaman líka. Ég vissi bara ekki að vera búið að herða reglur og svona. Það er alltaf grilla, er ekki með ekki hver sem er taka þátt sko. Ég veit ekki hvernig það virkar. Ég skil ekki því. En hvernig virkar þessi nýju lið? Það hljóma mjög vel. 10 bestu. Hvað snýst þetta um? Eru að fara að ranka eitthvað? Útskýri fyrir félagunum. Já, sko, maður sjá. Það er nýr liður sem heitir 10 bestu. Við vonum að sé ekki á flókin. Nei, það er mjög einfalt. Þetta er bara listar sem ég ætla að segja ykkur. Og ég ætla að byrja á að því að nú er að koma sumar, fólk er byrjað að skipuleggja sumarið, pæli hvert það ætlar að fara. Ég náttúrulega elskar að ferðast Ég gef allir það líka. Hann er duglegur að ferðast líka innanlands. Hann er ekkert alltaf bara duglegur að fara út að hann er bara duglegur að ferðast yfir. Ég elskar að fara eitthvað bústað, eitthvað hótel, eitthvað jöfnlegt eitthvað skoða eiguna. Sko, þetta eru 10 bestu áfangastæðir samkvæmt internetinu. Ertu bara að fara að lesa þá upp? Er það liður þið? Nei, já, þetta er nýlegur sem heitir 10 bestu og þetta er mjög interesting listin þegar ég var að skoða alls konar lista og ég hugsaði hvað ég að byrja á, svo hugsaði þetta er svolítið
þetta er svolítið fróðlegt Ég held að þetta komi fólki óvart 10 bestu bara location í Já, heiminum já. ef að út að fara í ferðalag Í ferðalag fyrir sumafrí Og rangar þetta í þetta í einhverju réttu röð Já, í réttu röð Ok. En þetta er fyrir sumafrí Þetta er enda gott fyrir fólk sem er að hlusta Það er ekki búið að plana sumarinn Ok, fyrsta sætið er Ítalía Kemur ekki á orð Toskana Okkur byrjar ekki á 10. Vinnuðu Byrjar á niður besta sæði, endar á Það lélega er mjög skrítið að byrja á besta Það er öðruvísi, sant? Okkur fer ekki niður bara 10. sæti þetta Svo bara í fyrsta sæti Tuscany Ok, Toskani er í fyrsta sko Já, við veitum það núna Ég segi bara, byrjaði bara besta Það sem fær endar á lélegast Og ég bæti við hérna þekkt fyrir ríka menningu Vín og fagra strandlingju Vinsæll staðu fyrir lengri ferði sem snúast upplifanir Minni, ég er nýbjörn fyrir Ítalíu og blöð líka Ekki ég Þú undrar að fara í gegnum tíðina svona. Ég hef bara alltaf verið á Spáni Já. Fyrir ári síðan og ég hef aldrei fært Ítalíu En býði bara því að þið eru kannski ekki sammála öllu þarna Þannig að ég ætla að segja bara hvernig þetta er hér Ég er sammála fyrst sæti Sammála fyrstættinu, annarsæti Grikkland Eyjar og Aþena Já, ég fara á Krít Helsti áfangastæður fyrir siglingar, sögulegar minjar og slökun á ströndum Eyjahafsins Eina sem er með Krít að þú drekki með grist líka þar Það er Nei, ekki grist nei. líka vænt koncept sko Það var hérna Krít Við vorum að skemmta í Aþenu Já, Það var sturla en býðið nú, þriðja og fjórða sæti kom mér á óvart Þriðja sæti, Kanada Hæ? Aldrei komið Þjóðgarðar býður upp á milt Kanada? sumaviður sem er fullkomið til að kanna stórfenglegt landslag Banff eða Jasper Hæ? Jasper, hvað meinar? Það er greinlega bara einhver bær, ég er ekki alveg nógu góður í bláspurningunum í trivial Þú segja bara einhvern eitt bæ í Kanada Já, bara Kanada, þetta er tekið dæmi Heldur stórt shit sko Kanada Númer 4, Noregur Byttu, fyrðir tilvali staði fyrir gönguferðir dýralífskoðun og upplega stórfuglega fyrði með löngum og björstu Nú er sögum það bara gaggirinn að lista sko Já, ég veit það Reyndar er Andri Sigþórs með hótel hann einhvers staðar, hvað er það, rétt hjá Molde Það er ekkit eðlilega fallegt þar en Noregur er ekki alveg með bolli sko Og hann er í 4. sæti, í 5. Af sæti öllu löndum í heiminum Noregur Í Það ferðast Hvað er næst, Skarland? Í 5. sæti The Maldives Okay, það er reyndar make sense sko Nú er eigin sáttur Já, það áttu komið veitingastað sem er hákallar synda yfir þér og Já, framúskarandi hitabelta paradís sem er þekktur í gistingu í bústöðum og staurum Þannig að samkvæmt listanum þínum sjávar að þá er betra að fara til Noregs heldur en Maldives Þetta er ekki listin minn Já, það er það sem hann að segja Já, þetta er listin sem er bara on the line Sko, ef við ætlum að taka inn í allt eins og verið í okkur íslíka bara svo ferðalagið er risa atrið það er ástæða fyrir að maður er ekki fællið Asíu en þá það fór ekki langt í burtu Norvegi við hliðin okkur meðan að Maldives er út í raskandi annars væri ég það Asia er ekki að komast á lista hérna samkvæmt Google-um sko. Það er ok, ef ég ætti að gefa ráð sjálfur og ferðast slatta þá myndi ég segja að Vietnam var í staður sem allir ætti að fara til Já, en í 7. sæti er Portugal Reyndar er Maldives í Asíu en ignoraði það bara halda á ekki að spá því Herru, nei, við meðum ekki pæla mikið Við vinnum í útvarpinu Í 7. sæti er að Portugal og þá er tekið hérna Ég var í Algarve og Madeira bendir þar Við fórum líka saman til Portugal manstu og vorum að synda með höfrungum Varst þú ekki í Madeira á með ammaliðið þitt? Jú Já, og það er hérna tekið fram Madeira Big Game Ron Hvað segir það? Madeira sem Ég fíla Portugal, ég er til að hvernig þetta eina sem er weird á þessu listaði er Noregur, allt annað er nefnir ekki sens Og Kanada líka svolítið Og Kanada og Noregur er weird, allt annað er negl Ég ætla að leifa þér að bera fram hérna 7. Ég bara treysti mér ekki í þetta Ég sveimi þá, þetta er svakalegt Þetta er bara brand new word hérna Hvað er það? Turks og Caicos eyjar Ok, ég verði ekki þetta er ekki maður specialty Hvað er þetta? Aldrei heyrt um þetta? Þetta fær 7. sætið og þetta er frægur fyrir að eiga sumara bestu og rólu og hvíta strendur og luxusgisting þetta er eitthvað fyrir þig Þetta er rétt hjá Kúbu hérna Já Djöfull væri til að prófa Kúbu líka Þetta er rétt hjá Miami Þetta er bara 45 minútur flug frá Miami Já, þetta er eitthvað sem þú þarft að sæna Þetta í lúkar drullu vel maður Já, þetta er líka alveg listi hérna Númer 8 Króatía Dubrovnik og fleiri staðir Komið nokkuð sem þanga Já, og við erum sammála þessu Það er líka úti sko Króatía og bara kostar ekkert að vera ekki neitt Prag, ef þú vilt hafa ódýrst og geggjaða borg þá fljúið til Prag Já, svo kemur 9. Það er þetta alveg klárast í það Patagonia, það er Chile, Argentína Topp áfangastæði fyrir ævintýrafólk Magna dæmi
10. sæti, þetta fannst mér vera svona Þetta er svo skrítið að fara þessa leið í stæðan fyrir að segja núna, drengir eru til í 1. sæti. Þú veist að fara En býði, eru þið til í 10. Svo sæti? glænit hjá þér bara Skandinavía Stokkólmur og Kaupmannahöfn Fórum bara ekki bara hoppa úr því að taka blönd í bara hópa blönd Ég skil samt af hverju það kemst að lista Veit að það ekki að Noregur í Skandinavíu? Það stendur fullkomið til að forðast mikinn hita menningaborgir með grænum koparþökum og milda daga Hvað fannstu þennan? Ég googlaði bara 10 bestu áfangastæðir Er það liðurinn? Þú sagði mér að þú er enga stund að búið til nýjan lið Það er bara sem sagt top 10 hjá þér Þá googlar við bara hvað er top 10 Smettur einhverja síðu og bara lasta Þetta ég flokk þetta sem metnaðleysi Steinþór En hvað er það erlend slúður eða sturla staðarindir? Ertu heimaður að finna það upp eða? Þú googlar það á 1 mínútu Kostum við næst 10 bestu Þú bara googlar það 10 bestu Ég er heilengi að finna sturla 10 staðarindir bestu hlutinni í rassadeildinni Þá tókist það lengi að finna þér Ég veit þú lengi að finna þér Ég er búin að vera svo margar Þetta er komið því líka tíma Ég er ekki bara að googla 10 bestu áfangastæði Nei, þú googlar náttúrulega bara kíkjar á TMC Ég verð að kalla leysi á þetta Google, ég menna þetta er bara Af því að það er ekki leysi að skrifa insane facts og lesa það upp Ertu Þú rugglar? varst með nokkur location Þetta kemur úr svo harðri á En þú það mátt er ekki vera galið. leiður Steindi Ok, ertu að segja mig það Að 10 bestu liðurinn þinn Séu að pari við sturlaða staðarindir Já, þetta er bæði Google Málið það, ég og þú eyðum 0 sekundum í kreatífa Ég er í hugsun svona 40 mínútur að búið til Í sturlaða þessum staðarindir liðum? Já, en þú ert ekki að hugsa neitt um að apa með trommu Þú ert ekki að pæla Jú, ég er að hugsa bara, herru, þessi hefur komið áður stundu gerast það, ég þarf að fara niður ég þarf að einbytta mér, ég fer ekki bara að segja hvað eru 10 bestu áfangastæðir þá getur það Hugsaði eins hvað varst að segja og mundu hvað gammal 46 ára gammal og þú ert bara, ok, beti, var ég búin að segja hérna örfendur í spökk, var ég búin að prumpa eða það fer meiri tími sturlaða staðarindir heldur nú að googla 10 bestu áfangastæðir En þetta er nýliður Er það komið til að vera Það þessi? er komið til að vera, Hvað er næsti alveg svo þínir Google-liðir eru komið til að vera Hvað er næstu 10 bestu? Aldrei hef ég sagt í sturlu starfundum Herru, ég er alveg orðið búinn Þú fannst það sjálfur, þú varst byrjar að flýta þér að lesa Þessi þættir eru bara, þetta er bara Google En þú getur þáttur. sett sokk í blöðna Þú gert alveg research í 10 bestu Já, eins og bara það myndi ferði í vera allt blöð og annað. prófa Já, já. bara 10 bestu Lesnar það rassatækin áfram og settir það segir smá í bara, þetta. Þetta er bara sem ég mitt faglega Já, mati hvað, Þetta ertu er 10 að bæta bestu svo við þegar bíflöðunar eru blindar Ertu að bæta við ykkur þar eða kóperar það bara Ákveður þetta farið svona eitthvað mörgt út af þessu Þetta er að saman, það er að gera Og það saman ráðast á nýja liðin hans Já, reyndar, það er Hann er ljótt. ekki hrifin af því Það er engin mjög að fara á heimasíðu og kóperalista Það eru 10 bestu komið til að Þetta var geggjaða liður við skuldum Mér fannst auðlýsingar það góður Hann var fín Svo ætla ég Eina næsta sem var skrítið, læstur að gera þetta Byrjaði á 10. sæti Já, en svo ætla ég að byrja, þú veist, eins og 10 bestu Næstu eru kannski 10 bestu Kannski vera 10 bestu Vá, snöggur Ótrúlega staðrendir Vá, ok Ha? Það var það eins og þinnir Já, en hvað gæti verið svona næst 10 bestu þú hugsaðir þetta? Það getur verið alls konar Ég meina 10 bestu 10 bestu kvikmyndir alltaf tíma Já, þá maður fyrir nú í MDB og sér það sko Já, þú getur séð alla þessa lista sem við erum að kúkla Skuldum auðlýsingar FM 957 Þetta, ég seti lög hérna eins og ég setti þetta daginn og það var eins og að fara inn í kerfið Ég var ekki að velja þetta lag, þetta er AO Technology og eins og ég kom inn á síðast þá var þetta lag sem byrjum á Pétur Jóhann Sigfússon en Steindi Já, Ég er að spáð svona hjálpa þér að redeem yourself Henda þér í kortmyndur frekar eftir 10 bestu sannleikurinn er sá varstu ekki er að með? Þú ætlaðir að fara í sturlaða staðrendir En vildir ekki hjóla í það Því það eru googlaðar Ísur, herðu, ég er ekki að búa þér til Nei, þú mátt það ekki Nei. Það var ekki galið Ég þarf að lesa mig til að vita hvað er sturlu staðreind Já, Já, auðvitað þannig lærir maður Það má ekki setja eitthvað bull Þú í mátt loftið ekki, sko Nei. þú mátt ekki fara að bæta við Það þarf að þær fektja ekki Auðvitað Þetta er bara googlaðu liður Þú mátt ekki fara að breyta honum Nei, það myndi ég aldrei gera Það má ekki, þá tekur engin marka á honum Nei, ég skil Þetta er svo ég mátti ekki breyta Þú veist, ég ætla að hafa þetta í 4. sæti Ég má verða að hafa listan Ég held þú getur samt farið inn á 10 bestu áfangastæðina og fengið mismunandi lista svona 100 sinnum sko Ég held virt Ég held að Ísland sé á topp 10 á fullta listum Hann var ekki á þessum lista Nei, Ísland Já, pottitt Ég get eiginlega svarið það Að Ísland fer ekki á top 10 Þú getur listum ekki svarið það, pottitt á okkur listum Það Já, náttúru perla Fyrst að Noregur er þar, þá ætti nú Ísland að vera þar
En ég er hættur að dissa liðin, mér fannst það skemmtilegur. Þegar ég kom heim daginn frá Belgíu og var að lenda og það var rigning og allt þetta og ég horfði á farþegana. Ég vorkendi þeim bara. Ég hugsaði bara, hvað eru það að fara að gera hérna? Ég sérstaklega að koma vetur. Sérstaklega að koma þetta á sumri. Ef þú kemur þetta vetur, það er bara myrkur allan daginn. En það var samt bara svona, varst að koma kannski úr 19 gráðum, ferði í 5 og rigning og vindstig sko. Ég bara, hvað er þetta að fara að lappa? En það er ekki verið að reyna að selja þér eitthvað annað. Landi heitir Æsland. Já, fólk nefnir þessu. Hvað með hvort myndir þú frekar? Það er líka langt sinni fórum í Ítalía. Ég myndi bara aldrei nenna sjálfur að fara til útlanda einhver til þess að fara að lappa ykkur staðar. Jó, Ítalíu. Lappum Róm eða lappum New York. Já, lappum borgina, ég skilji. En aldrei, maður myndi náttúrulega ekki nenna að fara eitthvað og lappa upp eitthvað fjall, skilju. Nei, það er ekki við. Það er fullt af fólk sem vil að hlusta sem elska það. Já, eðlilega. Maja sýst í mín og fleiri. Já, er það? Já. Er hún komin í þetta? Kom í seinni tíð eitthvað, ég tengi ekkert við þetta. Nei. Herru, hvort myndir þú frekar? Og það eru 3 drengir og þær eru nefnilega málið það. Þær eru ekki barnalegar. Nei, það er flott. Þannig að Fá smá alvarleika í hérna þátt. Já, og þetta er alveg svona alvarlegu liður og það þarf svona taka hann alvarlega og velta steinum til að vita þú veist hvað er að gerast þetta. Hvort myndu við frekar þurfa að leika barn alla laugardaga? Í sjónvarpsþætti eða? Nei, þú ert bara heima hjá þér, bara leið og vaknar laugardaginn, bara núna laugardaginn, þá ert þú bara, þú veist, eitthvað, þú veist, og rakir að skipta á þér og gefa þér eitthvað pela og bara svona, bara smábann. Allan daginn? Allan daginn. Allan laugardaga? Það búið klón 6. Ok, bara laugardagum. Nú er þetta bara heimskilinn, það væri bara nætt þægilegt held ég. Er það ekki samt að kúki bleiu og eitthvað? Það myndur náttúrulega ekki skíti bleiu. Maður myndi halda í sér. Það er svo stutt. En verður ekki okkur, hversu ung band ertu? Hvað ertu bara 6 mánuði? Já, ert með frekju og ert svona, vilt horfa á badnaðinni. Ég myndi ekkit hata það, liggja upp í sofa bara skipta á þér? Já, vera á brjósti. En þú mátt aldrei brjóta karat, þú mátt aldrei segja eitthvað, herru Rakel, sorry, myndur hún enn rétt að mér samt eitt vasklas eða eitthvað. Þú veist, þú verður bara að vera allan tíman í karatir. Hvað er hitt? Hitt, að vera badn alla laugardaga eða að fá 4 paper cuts alla sunnudaga. Ég veit að þetta var svolítið alla sunnudaga. Já, þannig þarf að fara bara og finna einhvern pappakassa og fá 4 papercuts eða blöðu. Ég tek alltaf að vera barn alla laugardaga til 6. Er það? Já. Því að 4 papercuts tekur bara kannski 10 sekundur. Ég myndi taka þetta sem afslöpun. Það er bara, það er ekki verið að biðja mig að gera neitt á heimilinu, það er ekki verið að reka mig neitt, ekki bara svona, það þurfa að gera þetta og þetta. Ég er bara að ligga upp í sófa. Kannski að taka til í herbygginu. Já, hvaða krakki sem er á brjósti og bleiu er að taka til í herbygginu? Þú varst að velja aldur þá. Já, sko, ég myndi segja að það væri svona, kannski 4 til 7 ára eða eitthvað. Þá ertu ekki að bleiu. Nei, það getur labbað. Já, þú getur labbað. Og þú veist, þú getur lappað og horta á danska boltan. Já, og þú getur alltaf það. Og það er vantilega verið að skamma þig svolítið og þú veist. Það er verið að skamma mig hvort þið er. 4, 5, 6 það er þægilega en það var 6 mánuð. Ég tek þetta alltaf, finnst það að vera meðan alltaf 4 sinni á sunnudaginn. Nei, ok, ég ætla að taka tilbaka, sorry, 6 mánuð er miklu verra. Já, það er miklu verra. Þá liggur þú bara upp í sofa samt. Og þá getur líka bara svo með blöð, Rakel getur bara setta niður í rúm og hann getur ekki hreyft sig, hann verður að vera þar allan daginn spriklandi og öskrandi og kúkandi í sig. En þú getur ekki þá að vera að horfa á enska boltan. Nei, það getur ekki horfa á enska, það er ekki fóð sjónum. Bara í vöggu Ég fengi leið að ég viðkynna það liggja upp í rúmi að sprikla. Það er hrikalegt sko. Og takir maður papercut. Eða taka 4 papercuts bara 10 sekundum og bara klára þetta. Það er mjög óþægilegt að lenda í því papercut sko. Ógeðslegt. Maður tækir þessu 4 bara eldsnögt. Já, ok, en ég er sammála því. Ég get ekki verið að liggja þarna allan daginn. Það ekki? Ég tek papercut. Og varst það eiginlega komin á það sko. Já, ég veist það búið svo mikið að gera. Bara einhvern veginn heillaði með að liggja bara upp í sofa. En á þyrftir að gera, taka í bleiuna. Já, veist það var ekki að baka mig sko. Ekki? Nei. Það er samt alveg, þú myndir ekki vilja láta Rakel skipta á þér. Nei, kannski ekki. Herru, farið í næstu. Lyfta löpunum upp og penatinnið og allt þetta. Penatinni, hvað er það? Alltaf að setja bossana út úr rauður. Setja penatinni? Hvað er það að tala? Með rauðan bossa. Er það penatinni? Já, svona penatinn, svona blátt krem. Og svona blauturka líka sem ég segt hvort hún er blauturku þú að liggja á bakinu og hún að blauturka þig og allt þetta er alveg síkald ég tók papercuts fyrir mig næstu ok, þá er næsta sjúa þumalna þér alltaf þú ert að horfa á vídeo bara á sjónvarpið já
Það er old school að segja að horfa á vídeo Eða eitthvað á Instagram eða bara eitthvað Nei, þú ert að horfa á sjónvarpið. Já, þetta er þegar þú ert að horfa á sjónvarpið bara, þú veist, þú liggur bara upp í sófa með konunni og ert bara, þú veist, að sjúa þumalinn alla myndina, getur ekki að ræða við hann myndina eða fengið þér, þú veist nammi eða neitt, sko. Það er ógeð, en hvað hinn valur ekki Þetta er samt ekki það mikið ógeð. Eða að þú þurfur að sjúa þumalinn þegar þú stundar samlíð Sjónvarpið þá frekar. Þegar samlíðið tekur náttúrulega miklu minni tíma. Þú veist, mynd er kannski 3 sko, tíma mynd það tekur miklu minni tíma og er þið mun sjaldnar ef ég var alltaf að sjúa með þumalinn þegar við værum að því, sko. Já, en þú gætir sann svona reynd að fela það smá, kannski. Hvernig það? Nei, ég veit ekki, þú veist, þú ert bara svona kannski ertu með puttan svona og ertu eitthvað að reyna að kissa frúna og... Þetta er létt, sjónvarpið. Er þetta ekki sjónvarpið? Jó. En þú veit? Já, svona, þú getur bara hægt að horfa á sjónvarpið alveg þá ætla þetta aldrei að sjúa þumalinn aftur, sko. Það er lúkóðana. Ég tek sjónvarpið. Tekur sjónvarpið. Fannst þú hversi létt samt það? Mjög svo. Það var einn eftir. Það var svo létt þessi. Reykja pakka á dag. Ég gæti það ekki held ég. Ekki? Jú. Eða hvað? Sko blöðarinn væri rosalega með rekkur. Ég held þú gætir orðið eitt svalasti maður í heiminum ef það væri sígartukall, sko. Eða hvað? En þú veist, ég er ekki að mæla með rettunum. Þú veist, það eru óhallar. Þú veist ekki að hvetja til reykinga. Alls ekki. Setja það svalt. Ég vil ekki að segja að flest allir að Kemur eitthvað grein núna, Hróa Steinþórsson segir að sé svalt að reykja í hýr. Þetta fer fáum, en ég held að þetta fari þér bara heldur vel. Ok. Sérstaklega á væri ykkur staðar, þú veist, á hespæki. Þetta er klárað spurning. Kúrika hatt. Já, reykja pakka á dag. Já. Eða míga alltaf eins og hundur, sem er óþólandi mission. Sérstaklega varst í skálinni bara á veitingastæði eða eitthvað. Þessi er erfið. Hvernig míga hundar? Lifta svona löppinni. Lifta löppinni, þannig að þú getur þú þarft samt ekki að fara beint niður. Þú Veistu getur ekki bara hvernig Jú, hundar míga? míga er allir eins. Allir eins. Já, sko- Ekki sest enginn bara og mígur eðla og svo lifta löppin upp. sko, þeir eru verða Já, bara kynþroska. svona raskætti skilja. Það allar sem aftur. Þeir eru verða kynþroska byrjaðar að míga svoleið, sko. Já. Og þannig að Þá lifta basically þær hérna. Já, en þú getur verið svona. Segjum sérst að míga inn í skál, ertu bara svona að míga svona. Annar fóturinn aðeins upp hana. Já, en ógæslega skrítið fyrir, þú veist. Þú getur þarft eiginlega bara sleppa Ég myndi pissa svo hundur. í staðan fyrir að vera bara alltaf með eina í munnvíkinu hangandi Það og er ekki að pakka dag, það er ekki 20 réttur. Salennið og veist, lift einhvern veginn fótunum einhvern veginn í veggir frá ofan skálinn einhvern veginn og Það þjálfast eins og allt annað. hrikalegt, sko. Já, Þetta er þetta er erfitt, sko. óþólandi fyrst svo Þetta er reykja, reyndar, við erum nú ekkert að yngjast drengirnir. Nei. Þegar ég prófa að taka smóka sígarettu þá hef ég ekki verið nógu svalur, ekki höndlað nógu vel, hann ég held ég þarf að taka hundi líka. Já, ég líka. Takk hundin. Já, við tökum báður hundin. Það ekki, voru ekki bara sattu við þetta? Þessar voru bara fínar þær. Nei, ekki. Ég skal gefa þér það. Takk hérlega. En það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í 95 blöð. Við minnum á Já. blöðkastið á þriðjudaginn og minnum líka á Stadium GF 95 blöð á Akureyri 1. ágúst laugadagur. Tryggja ykkur miða inn á tix.is. Birnir staðfestur. Birnir staðfestur. Og eigum að segja hvað eru mörg atrið eftir eða? Já, eftir að kynnin allavega 6-7. Þetta verður alvöru veisla. Við lofum ykkur því. Já, En- þetta er alveg line-up. Þannig að 2 vikur í næstu kynningu. Já, eigi góða helgi, rísa íþróttahelgi framöndan allavega fyrir íþróttaunnendur Manchester United, Liverpool og fleira á sunnudaginn, umferð í bestu deildin. Ég skeita á meðan, það verið K.A. Þór í kvöld. Það er sáleikur á morgun, ég fekk að senda frá nokkrum, byrst afsökunar á þeimiskilling. That's a goddamn game, sko. Já, sko, hlustundur láta okkur heyra það þegar við erum að skýta á okkur þetta. Það er bara þannig, en já, bara takk fyrir í dag og egiði góða helgi. Topp tónlistarstöðin FM 957